Mér vantar glasið mitt. Já, komið blessuð og sæl og velkomin í stórmeistaramót Ljós leiðarans. Það seinni undanúrslitaleikurinn og við erum ekki með eitt glas fyrir því, Jói, þannig að þú kannski drekkur bara á stút núna. Ég sötra. Þú sötrar reyndar, vissulega, þannig að Ég þyrfti helst vínglas. Ég er með svona stút á mínu. Ég þyrfti rauðvínsglasið. Svona stórt, seitlað á því. Ég er þetta með glasið að leikinu byrja. Já, þú græðir þetta, ekkert mál. Það hlýtur að vera glasinn einhvers staðar, sko. Já. Við erum inn í risastóru veitingahúsi sem er LAN-höll líka, sko, sem er eitthvað. En, svona, aldrei þessu vant, þá, sko, já, við vorum reynda með þetta í senastu útsendingu, en við erum að vinna í því, við tveir og leynigesturinn, að finna hver er að fara að vinna Red Bull verðlaunagripin okkar sem að verða tilkynntir á laugardaginn, 31. Já, það er fyrir Vappa, MVP, Ræfler, Lið og Bjartast vonin. Við erum með verðlaunagripi hérna. Þú fyrst gullið, því að þú ert gulldrengurinn okkar, og ég fekk silfrið því að ég veit það ekki. Það átti eitthvað að koma í hausinn en það gerist ekki neitt. Síðan erum við með swagpoka hérna sem að hann er þungur, þessi. Hann er þungur, hann er uppfullur af dóti sem að já, það kraumar aðeins í þessu, það er gaman að þessu. Við erum með mjólkinn okkar á réttum stað, við erum með músamottunar hérna á kantinum, þungur kassi. Þessi kassi á að vera þungur. Það er mjög mikið af drastlið mitt hérna, bara út allt. Það er að gefa út hérna á laugardaginn. Bara guð blessi þann sem að þarf að ná í þetta drasl. Já, músamottunar eru þarna, Legion músamottur, Legion tölvur. Já, er þetta ekki Legion skjáir líka? Jú. Þetta er frábært verki. Það voru Legion skjáir. 240 þess að það er einhvern búinn að nappa þeim. Nappaði, komaðum aðeins hérna til hliðar eitthvað og hann sjá hvort það get ekki gert eitthvað við þá. Ekki koma fyrir þetta er búið því að ég og Jói ætlum að fara heim með tróðfulla bíla af swaggi. Það er planið. Það er planið. Það er ógeðslega mikið sem er búið að fjötra inn í þessa sýningu sem byrjar. Gott að við fáum ekki bara upp á skjáin hérna hvernig þetta verður. En já, eins og ég segi, og síðan að sjálfsögðu, Arena er að gefa skinn. Þetta er risa giveaway, risa, byrja klukkan 14, prísjóið og einhvers staðar á milli prísjó og eftirpartí þá verður helling af dóti gefið. Það virkar ekki að vera í Twitch-tjatinu hér. Þið þurfa að mæta niður í Arena. Verður okkar eigið Twitch-tjat hérna. Já. Skráum þannig okkar. Ég myndi mjög komið einhverju svona grúptjati á stað. Alveg mest toxic grúptjat allra tíma. En allavega, ég held ég sem búin að snerta á svona helstu hlutunum. Verðlaunagripir, fullt að gefa, verðlaunasýning, Red Bull Award Show, mjólk er góð, leikurinn. Ákoma leikurinn, þá fyrir ég að tala. Þá fyrir þú að tala. Já, það er veka saga, undanúrslitaleikur. Fáum við ekki brakketin upp bara kannski og hérna getum svona séð hvernig leið liðana var. Já, ég fekk mjólk hérna. Þá get ég fengið mjólk í glas. Og ég get nefnilega að tala með þær gangi. Sko, Veka Saga, þau spiluðu náttúrulega í Sviss. Já. Veka vann 2-1, fyrsta mappi í overtime, Ancient, sem var pikki hjá Saga. Mér líður eins og ég komin í svona Vesturbæinn og við erum svona að ræða málin. Það er bara að gera það glas, sko. Já, þú líka. Skenkaði mér. Á smá laktos í þig. Já, það er aldrei verra, sko. Sko, seinastunni Veka þetta þá í third map Inferno. Þau spiluðu Ancient og Nuke fyrst og unnu pikkin hjá okkur öðrum sem kemur ekkert rosa mikið óvart því Ancient og Nuke bæði liðinir hefur ekkert að pikka það. Það sem komur óvart aðeins í skoðaði vídeóllum sem var að Veka flótaði Anubis sem þeir gerir vel allir alls ekki, sko. Þannig að Saga hafa allan ekki verið þá viljur í að pikkin í það þannig, þeir voru harðar en það, sko. En það er flótasökund að fer hérna. Flótur þar til í endan líka? Já, í seinna vítónu. Þeir först bannuðu ekki sem þeir gera alltaf, þannig að þeir gáfu sögu sjensin á að pikka það. Sem að er svona, já, þá er confident á að Saga myndi ekki gera það, að Saga myndi pikka inn í eitthvað annað og Saga pikka inn í Nuke sem að Veka verið þeir ánægð með, sko. Þannig að það verið fróld en þeir, sko, Veka rúllaði verið á Inf, senasta mappi. Þannig að þetta verður breyting á. Þetta verður breyting á þessu núna, sem sagt, hvernig þeir Því að Inf hefur verið eitthvað svona senast þeir leiftu í gegn þegar gátu verið Dust 2 líka þeir pottet leifa Dust 2 frekar fara núna í gegn held ég. Svona þú veist frekar reyna við það hafa kannski haldið að taka Inf eða nema þeir hefur séu búin að preppa eitthvað Inf.
En það verður gaman að sjá bara rosterinu fá að sjá hvaða liðið þetta eru. Væri fínt að fá bara bracketinu upp. Ég bara óska eftir bracket og fá hann upp því að þessi lið fengu mjög mismunandi leiðir í gegnum að þessum leik og ég myndi aldrei controversial opinion varandi það. Mér fann Saga fara miklu erfiðari leið heldur en nokkuð tíman vika. Í gegnum Sviss þá, en sko þeir fóru alltaf pottet ekki erfiðari hérna í gegnum þetta sko. Veka Fylkir var mun meira favorable leikur þar en þannig að það er 3-0 á móti 3-2 liði sko. Tökum samt algjörlega bara Kano og Fylkisleikinn þarna út fyrir svigan. Það er Fylkir Saga. Búið. Sem að Veka spilaði á móti í Sviss. Já. Bara, það er ekkit noticeable, það var Neisti, minnum ég eitthvað svoleiðis, Neisti, það var Neisti, Fylkir og Saga og þá voru konur í gegn. Spilaði náttúrulega 3-0 leikinn við Saga sko, þannig að það settu þá í tapið þar en Saga fór beint í gegnum þar 3-1 sko, þannig að þetta verður mjög jafn leikurinn í kvöld, myndi ég segja. Síðan sko Saga fara og núna vitum við, Hyper, taka á 2-0, vinna Dusty, tapa fyrir Veka, vinna Aurora og síðan núna Kano, skulum ekki tala það, en mér finnst þessi leik... Saga vinna Dusty. Já. Saga vinna Dusty, ég heldur að tapa hann, en þeir unnaðum og rústuðu þeim sko, í þeim leik sko, bara tóku á 13-3 í pikkinn þeirra og Saga búin að líta mjög vel út sko, en aftur á móti, þú veist, einmitt, þegar við vorum mögulega með Saga en að Veka-leikinn seinast líka í útsendingu einmitt og þá held ég að við höfum þá fannst okkur Saga líta betur út, svona komandi inn í þetta, en Veka kláraði leikinn þar. Þannig að þetta verður mjög jafnt þessu. Þetta var overtime 1 fyrir seinast og hinn mappin líka jafn þannig að þetta verður pottet, ég held að þetta sé mjög líklegt svona 3 mappa sería, liðin þekki einhvern annan. Þetta er mjög klassískur svona jafn undanúrslitaleikur meðan hinn leikurinn seinast var svona eins og við tölum fyrir það leikinn leit út fyrir mjög one-sided. Hérna fáum við líklegast mjög jafnan og skemmtilegan leik. Ég hefði áhuga á því að fá upp lið Veka til að byrja með og svona ræða það örlítið því að við erum búin að sjá náttúrulega minna af Veka heldur en nokkuð tímann af Sögu, bara Sögu þess að náttúrulega 3-0 í gegnum, fá auðvelt seed í Fylki, sigra þá aftur og eru núna í undanúrslitaleik og eru að berjast að komast í úrslitaleik á móti Þór og reyna að fá eitthvað svona redemption eftir vormóts úrslitaleikin sem var algjörlega rústað af Þór. Já, fyrsta mappi var svona smá tætt en restin var bara algjört stomp og þetta er nákvæmlega sami roster og við erum búin að keyra á sama rosternu Sörk kollar í þessum roster, Vírus er vappinn og hinn eru 3 rifflar svona, Deathcake spilar supportinn og akkerinn, mjög mikið einn eftir, mjög mikið að klötsum og hann hefur tekið mikið að CT klötsum sem hann hefur síðan, það sem hann eftir í og tekur þau og spilar í þeim sko, þannig að þetta er hérna mjög skemmtilega meðan að Vankar og Rex eru svona riffladúo sem fara fyrstir, þannig að þetta er ágætlega að setja saman lið og hérna og búin að virka mjög vel hjá þeim síðan þeir gerðu þetta, þeir fóru náttúrulega í seinasta úrslitaleiki í mótinu og eru í rauninni svona annað besta lið landsins í Augnablikinu. Já, þið finnst það? Já, nei, ég myndi segja það bara það sem þú myndi bara skoða yfir úrslitin og hvernig þá myndi þeir stakka þar. Þeir ætti að geta sagt við erum annað best með þeir unnu til með Sögu í seinasta leik. Þeir eru búin að vinna Dusty í seinasta móti og þannig að þeir eru búin að vinna öll liðin nema Þór í einhverjum seríum sem skipta máli og fóru seinast úrslitaleikin, komnir í undanúrslitaleikin þannig að hérna getur eftir móti að tapa hérna þá er þetta orðið mjög opið samtal sem mér finnst þetta vera, mér finnst þetta vera bara Þór og svo bara fyrir neðan það veit ég ekki hver er 2, 3 og 4 endilega sko. Þannig að þetta er svona leikur það hérna allan fyrir liðið að komast í úrslitaleikin móti Þór og hérna sem við vitum og talaðum að verður hérna erfiður leikur en þú allavega ert liðið sem færið sénsinn á að hérna fara á móti þeim og getur þeim bara nóg fyrir að taka mapp til að gera eitthvað sko því að það hefur enginn verið að gera það sko. Nákvæmlega og það hafa lið komið nálægt í, Dusty náttúrulega fór í OT í Train, það er ekki mikið meira nærri sem að hefur komið, enginn búinn að sigra síðan að Hyper tóku Train í den tíð með Shine við stýrið, en mér langar að kíkja næst bara á söguliði núna og síðan langar mig að tvinna saman dálítið svona hvernig þessi lið stakka upp á móti hver öðru. Það er breyting á þessu liði. Dom kemur náttúrulega inn fyrir Clever sem var náttúrulega lánsmaður í sínasta leik þannig að þetta kemur okkur ekki á óvart. Nei og þetta bara skiptir eins og við tölum við seinast að það hérna svo breyting breytir rosalega litlu. Þeir eru bara eiginlega bara rosalega svipaðir. Samar. Já, mjög svipaðir, bara svona örlitli keimjöguleika kannski einhverju en þú veist sömu possur, sami spilastíl þannig að það stakka allt mjög vel upp þannig að þetta er bara og þetta er búið náttúrulega mjög
svona, þetta reyndar ekki rétt, ég ætla að fara að segja að þetta verið kjarnir sem búið lengi að búið splitt og svolítið upp þetta saga, þetta er í rauninni alltaf bara höttur blanda núna við saga, voru svolítið þannig, en þetta er mjög skemmtilegur rostur, við talaðum, alltaf ATHT, Ingim lítirinn og Vappar mest og svo eru með, sem að við tala um þetta riffla dúo, Mozart, Viktor og Vizard sem er geggjaðir sko. Ríó Tríó. Já, og Vizard búinn að vera eitt besti leikmaður mótsins í þessa og með góðan leik í dag þá er hann að setja sig inn í bara algjörlega samtali fyrir riffillinn og MVP-inn af því hann er búinn að vera mjög góður og í rauninni, þú veist, ef hann er góður í dag þá er hann svona difference makerinn í svona leik þannig að Algjörlega. Eitt sem ég langaði einmitt að svona adressa og þú kemur með þann punkt, það er þetta tríó, þetta riffla tríó og hvernig það stakkar upp á móti, já þá erum við í rauninni að tala um bara Rex, Vanker og Sörk því að Deathcake, er hann ekki dálítið utan við mengið og við látum Dom og Deathcake dálítið saman í það? Jú, ég myndi alveg segja það. Að rástarinn lítur svona cirka þannig út að það væri setur 3 riffladúin og þeir eru svona einhver lurkur, einhver space takerar og þannig Vapparnir yfirleitt spila mismunandi eða spila svona svipað alltaf þú veist hvað þú ert á mappinu hvernig og heldur og svoleiðis þannig að það er alveg rétt og tvö mjög skemmtilega riffladú og þessu segir bara svona tríó sem við fylgjast með í dag og eittir er að kalla það er öðruvísi oft en hann til og með fróðlega sem hann Núk, hann er mjög gaman að fylgjast með Sörki Núk spilar úti mjög flott sko, svona kann hlutina í kringum á smókina og VK með svona signature dótja sér að henda ekki einum smóknum í vegnum og taka fight. Þannig að það verður mjög flott þess að víta og hvernig það lítur út, ég held við förum í Nuke Ancient alveg pottitt, bara hvar þau verða og svo er spurning hvað þörd verður, hvað við fáum þar, þú veist, VK steinast einmitt instabannaði Train inn í sögu. Þannig að það er fróðlegt hvort það gerist hérna aftur, þannig að þeir bönnuðu það í staðinn fyrir að Nubis steinast, þannig að það var eitthvað svona að þeir voru freka til í einhvern veginn að riska. Það er þess að við viti alveg að Saga myndi ekki fara í Anubis sem að ég held alveg að geti gerst sko. En fáum kannski bara vídeóið upp á skjáin og þá getum við svona pælt aðeins í því og eitt sem ég finnst einmitt eins og talar mér finnst Vega mappúlið þegar þið ná að flexa inn í þessi möpp sem að aðri fíl ekki eins og Inf, þetta er algjör difference maker, algjörlega. En það er samt búið að Infjað mér bara svona algjört svona leifa því að færa í gegn eða ekki super confident í því. Þeir banna Anubis hérna, þannig að þá breyta þér þarna til hann. Ég myndi alveg geta að sé það Saga bannaði fenni og þarna banna þeir mappið sem þetta þriði gegn senast. Þannig að þá erum við að fara í Nuke Ancient og örugglega spurning hvort Saga pikki Train hérna. Það hafi verið senast eitthvað sem er að vera hræddur Saga búin að spila ágætt mikið Train. VK velur Train, ok? Þá er þetta bara pottitt að það er Nuke eða Ancient pick hérna og svo endar það í þrá Nuke eða Ancient að því að bæðilinn eru mjög hrifin þeim möppum. Þannig að hérna fáum Dust 2 og Mirage bönnin hérna og förum í þörd hérna Ancient alveg bara pottitt til senast mappi sem fór í það var alltaf mappi sem fór í OT senast hjá þessu liðum. Þannig að VK banna Ancient. Þannig að VK vilja íta þessu þá í Dust eða Mirage. Mirage myndi ekki koma óvart. Nei, það er Dust sko. Saga voru aldrei að fara Mirage sko. Fróðlegt að VK gera þetta þú veist, já kemur svolítið óvart að gera þetta svona til ég að spila Dust en gerilega kemur óvart til ég að spila það frekar en Ancient af því ég held að Ancient hefur verið VK pick bara þá nokkurn tíma sko þannig að það er einhver breyting þarna á. Og einmitt ungi strákir þeirra, Rex, hefur verið að standa sig par excellence í Ancient líka. Já. Sem að hlýtur að hjálpa koma honum dálítið í comfort zone því að já, vissulega hann spilaði úrslitaleikinn senast og undanúrslitaleikinn en já, það er aðeins meira undir núna, þetta er stæðsta mótið okkar og þarna núna muni tögarnar örugglega að fara að segja til sín. Hversu miklu máli skiptir að koma já, bara svona ungum leikmönnum í bara comfort zone sitt? Það skiptir náttúrulega bara öllu máli að þeim finnist þetta sé bara eins og hver annar leikur. Já, það þarf alltaf að vera þannig og það kemur mest með að vera að gera hlutina aftur og aftur sem mátti gera og kannski einhver repetition og svona. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig það verður í dag hjá þeim. Vekkandlega með meiri reynslu í svona leikjum alla jafnan heldur en hinn rosterinn en samt með eins og Rex hefur spilað ennþá færri leiki svona margir á Sagarostöðum. Þannig að þetta verður mjög skemmtileg, ég er alveg viss um það. Mappúlið svona kemur á óvart en fyrstu 2 möppum vera mjög skemmtileg held ég. Fróðlegt náttúrulega að Saga fær náttúrulega CT pickið í Train og VK fær CT pick í Nuke. Þannig að liðin fá í rauninni að byrja í mun sterkara sætin yfirleitt svona alla jafnan í pickinu á hinum. Þannig að það verður fróðlegt hvernig það verður. En það verður að fá mikið að Train og ég er mjög ánægð með það. Það verður gaman að sjá hvernig liðin spila inn í Train, hvort þessi hraðari, hvort þessi í þessu hæga defaulti. Þannig að það verður bara
geggjað. Nú erum við eina spurningu fyrir þig sem sérstaklega ætluð þér út af því að þú ert búin að vera Ingame Leader í 20+ ár. Núna Sörk Ingame Leader og ATHT hinum megin. Sörk og ATHT voru saman í lið, voru í sagaliðinu saman. Þetta eitthvað insight sem að Sörk getur tekið og implementað yfir í sitt lið núna því þið voru náttúrulega saman mjög lengi? Ekki endilega því að ATHT veit allir hvernig þannig sé hann kallar það sem hann kallar það svona, og Saga hefur alltaf gert sem svipað hluti þannig séð en þessi Saga-roster öðruvísi sko af því hann svo rosalega influensum til dæmis af þessum Hött tríói og með Mozart einmitt ekki á vappanum þá hann rosalega aggressífur náttúrulega á rifflinum Wizard líka þannig að þetta öðruvísi samsett hjá þeim þannig að og með ATHT sem Rít og Sörk kannski þekki playin-an sko, en Sörk samt alveg þannig gæði til að þú vita það að hann þekki playi sín og finnast það bara þægilegt til að nota í kringu, skilur þú hugsa það þannig að nota þetta sem hann finnst alltaf lægi að hann veist hvað það gera því að hann fer það bara að finna eitthvað lítið hlut til að gera kannski öðruvísi inn í kringu það. Mjög stutt í leik akkurat núna og nú langum við bara að spyrja Saga, Vega, hvernig heldur þetta fari? Ég held að Saga vinni. Bara svona eitthvað gött feeling að þeir komið tilbaka eftir að tapa seinast svona tætt og vinni þennan leik móti Vega en sem ég sagt, þetta mjög jafnt og ég svona alveg myndi segja 50-50 en ég bara til að tippa eitthvað þá myndi ég peka Sögu Þetta er ógeðslega erfitt val fyrir mig því að ég er mikill Vega aðdáandi, ég er mikill Sögu aðdáandi, hef aldrei farið leynt með það þannig ég ætla að hoppa á Vega-lestina núna það 2-0 Simma átti að hringi með eftir leik og óska mig til hamingju að fá að lýsa Þór sigri í úrslitum en við erum komið live. Það train, við erum komið til Rússlands. Þetta flass, nei, þetta var decoy reyndar. En hér koma Ivy, Wizard, mundar uspuna, kleipir flassið og hérna eru allir að reyna að leita á hann í Vietnam og Vanker loksins finnur frakkið. Það 4-4 en þeir ætla að enda inni. Bomban að fara inn. Þetta var stórt frakk hjá Sörk. Gæti staðið í báða lappir hér og kötta á rótiðið algjörlega því það enginn að fara að koma með gennum kompu. Sörk að fá allt á sig þarna. En fellur að lokum. 3-3 rítekjarna og allir sítjarnir munu koma frá Breiðholtinu. Ekkert kit. Eiga þarna dúllur á Mozart. Það náttúrulega einn álátt og svo einn uppi. Klíra hana. Nei, hann gerir það ekki og hann kemst upp í. Gerir frábælega þarna en þeir bara þurfa frögg hér. Þeir geta bara delayað allan tíman. Vírus spilar þetta par excellence. Og Viktor fellur loks og Vega tryggja sér fyrsta rándið. Algjörlega mjög fín strategið að Vega hlaup í bakleginni, það var engin mótstað þar, Wizard í kórinn, tekur einn en svo treyta niður á meðan það samt löngu búið að hlaupa hjá terránum í bakið inni og meðan Saga fóru þarna strax í aggro rauða og inni playerinn þannig að þeir voru skiptu staðila við terrana, þannig fyrir rítekja það kemur hérna frá Breiðholtinu en Vega kaupa hérna þá og Saga gera það sama, Scout, Deiglur og NMP9. Engin sjokkar en það séu Deiglur í höndunum á Sögurunum. Sörk hendir, Stoppsens þrýðinn, hendar bollanum upp fjarka. Viktor ætlar að sækja hérna. Sækir inn í kompu, Vanker í vörnina. Þetta bara snirtilegt hauskot þarna. Missir ekki HP. Já, þetta var unreal. Endurinn lóparinn inn og gjörsamlega maffaði Vanker. Þeir eru með á bóksað algjörlega inn. Viktor heldur áfram hann í tvistinum. Spottar þarna Sörk. Missir ekki mikið HP, fær smókin líka. Og þetta er fínasta byrjun hérna fyrir Saga. Manni yfir, vita af einhvers konar breiðhalskontról en það er bara ótrúlega algengt í CS2 að taka breiðhalskontróli og í rauninni gera ekkert rosalega mikið með það. Nei, það er fróðilegt að sjá. Þeir eiga stöff í executið. Rexa með Stefán possið til að læna upp, hann líklegast að læna upp execute spurning hvernig það verður, smóka kompuna, þetta molla fyrir utan kompuna, þeir eru 100% að grúpa í exec hérna en hérna eru búin að stakka 3 leikmennir þetta gæti farið til fjandans og það rætt ATHT klúðra samt skotið þarna hleypir einum út 5-una Deathcake með Dom og þá Akkerisleikmærin fallinn þurfa frögg hér til að koma sér aftur í yfir þeir eru bara ekki ná að fella Sörk og loksins fellur hann
hræðilega stöður og Terrorlund eiga ekkert, enga fastdeglun þetta framalega og þá geta það bara miða með deglunum og fundi skotin en þeir þurfa að komast að bombunni. Vírus, landsliðsmaðurinn sjálfur, setur á díföldunum með glæsilegt skot. Þar er rauninni bara að spila tíman. Samuel gerði í pistolandinu. Veka veist þessi glæsu líka. Þægilegt þarna hjá Vírus. Bjarki, flottarandunni á Vírus. Tekur 4. Risa stórþyrinu þegar þú sagðir, þau fara inn í stakkið, ATHD með geigarna skoti sem hefði þurft að vera tagg og það vantaði líka að það er skrítið að hann fær að hlaupa þarna út 5-una og bara vera þar einhvern veginn. Þetta lengi, lifir mjög lengi og meðan hinnir geta sætunum geta treytað þau kill sem þeir reyna að taka þarna. Þannig að Veka hérna með 2 mökkur og 3 AKA vita hérna þurfa Saga að spara og þeir fara út kompuna hérna á fyrsta tempói. Fróldar sig, þetta eru 4 út á kompuna, Flössin búa og svolítið blindur Svörn. Flössin eru góð og hann kemst í Vietnam en ATHD fellir Sörk komst ekki í Vietnam, bara í Kóru. Deathcake fyrir áfram að hraða inn frökkunum sínum. ATHD með killðan í gegnumstar, þeir 3 eru bara allir út ólofið og vera að boksa þá. Nei, þeir ná að leysa úr þessu. Já, og eiga líka Hauk í hotni sem er að koma út Ivy. ATHD ekki byrjar að pæla í því en gæti gert það akkurat núna, nei. Rex kom með gott frakk þarna og Mozart þá einn eftir. Hann er snappi þessi drengur. Læsileg frökk hjá honum til að klára rándið. Algjörlega. 3-0 Veka, byrja vel hérna í tæri. Áhugavert samt að Veka í báðum þessu rándum, senasta rándi og þessu rándi, þá er að fara út kompu, fara út á sætið planta en þeir eru ekki að grípa fastegnuna hratt og það gæti orðið með falli ef þeir skildu mæta M4-num. Já, og þeir eru búin að vera svona lappi í stökkin en leysa það vel sem er mjög góðs viti að vera ekki að blöndur á þessi ránd óþarfilega. Inn í kontroll hérna, 4 fara inn með miklum látum. Sörk með 2 opnarinn þarna, leitar að 3. Og þeir eru að koma rauðast þegar mót þessu en treyta þetta strax niður hérna, 3-3. Einn á díföldunni, Vírus er að leysa það á pressu, ATHD verður að vera stór hér en smókaður út og þá er Dom að rótita í gegnum kompu. Bomban fer niður núna og þetta er shaky smoke en Dom ætlar ekki að virða hann. Ég vil geta Dom hann að það er killinu, það er risastórt þarna, hann þurfti að ná þessu killi. Það er grenu allir til, drepinu grenu. ATHD fastum að hún er alltaf að fara að halda þessum mappa. Þarna var einmitt Dom með sjensin á að setja þetta ránd í mun meiri sjens. Algjörlega klúður að skotinu og Vanker, hann er ekki að fara að klúðra þessu spreyi. Það er vappi, Vanker spyr Vírus hvort hann vilji fá hann að vappa en þeir eru mjög ánægðir með að spila 5 AKA. Já, skiljanlega núna þeir eru búin að keyra hraðan upp í rauninni í hverju einasta rándi. Fyrsta rándið að fara mjög hægt, ránd nr. 2 þá sendaði strax út náttúrulega mökkurinn að vita þessi spar þá en þarna var þetta í rauninni, þetta var mjög hratt ránd. Hann bara, þeir eru að koma mjög hratt rauðan og Sörk, sko, þetta eru risa 2 entry hjá honum hann í kompani. Þetta er alveg bara algjörlega rándvinning, opnar hann algjörlega rándið þannig að rauðastega tóttu verið líka svo auðvelt fyrir þá. Þeir fara fjarkan hérna, þeir henda stöffi sem er samt ekki kvickt. Næs frakki á 5-7. 3 konur upp. Mikið damage sem er tekið þarna. Bomban er ein upp í húsi. Verður einfallega að koma sér í burtu. Þetta er að spila algjörlega upp í ermina á sögu hér. Deathcake, hann verður bara að ná inni og vona að Vírus ná að halda lífi hér. Og það er mjög físing. Nær það fyrst og nær öðrum líka! Ok, bak og bombrist á ekki til líf. Þetta er gert hjá Saga þarna. Taka þetta ránd þarna, pussuðu upp fjarkan, fengu stöffið í sig en það er unni, tók ekki nóg. Þeir voru svo sem lóð þarna en það vantaði eitthvað meira eftir því. Þeir voru 2 eða 3 í húsinu en 1 dós náttúrulega strax. Þetta er rosalegt þetta flask sem kemur þarna uppi og ert þarna uppi að þá er mjög auðvelt að ná þér. Veka taka beint pásu, þeir náttúrulega fullt af pening. Spurning hvað er ræðið hérna. Líklega að sé að því að Vírus tekur vappan, þá held ég að það hægist á þeim en þeir hins vegar eiga náttúrulega ekki pening fyrir því að Vírus taki vappan. Hann þarf að droppa, nema hann getur 2 og 7. 2 AKAR eru 5 og 4. Já. Hann getur nú bara droppað einum þannig að hann tekur
Rex tekur mökku og vonar að einhver CT-megin sé með lítinn armor en enginn með það. Þetta gæti orðið brasa á Rex. 4 akkur fróta sig á hvort að Vírus spili ekki vappan til dæmis í terr í þessu mappi. Það gæti alveg verið. Tempoð hingað til og vera mjög hratt þannig að Stoppsveir. Þeir fara 4 upp í húsið. Grensur og Dóm þarna enginn til að slökkva í mollanum og Vakker hann fellur hér ekkert treyt alveg strax og næra hörfa fyrir aftan en þetta vel treytað 3-3 akkurat núna eru þeir að taka plássið sitt 2 mollar sem gerir þetta einstaklega óþægilegt fyrir Vissard og Mozart hann hoppar bara aftur inn hann vil ekkert með þetta hafa en ATHD hann núna kominn í 5-una aftast hjá CT-spúrinu gæti gert frábæra hluti þar og ekki að dressa þau. Rex Lóarna furðulegt ránd, þeir virtist eins og treytin voru terna var að virka en samt voru þeir að fara inn í einhvern veginn þeir voru að lesa rössist þeir stoppuðu þeirra rössið, náðu sinn treytunum en svo einmitt þessi inni bombsite mjög slungin. Þú þarft eiginlega sem terri, þú þarft að spila miklu dýpra en þú gerðir. Þú þarft eiginlega að smóka, þú veist, kompuna, jafnvel að smóka þetta sem við sjáum hérna basically sem bara aftast á fjarkanum, aftast á 5-una og spila hann bara mjög íttur upp, þú veist, þannig. Það bara annað, það eiginlega engin staður til að fela sig innan eins og var. Það allt miklu lægra einhvern veginn, þannig að það mun auðvitað að klíra angul og erfiðara að spila í kringum þau að þann enn sem komið menn eru örugglega að finna út úr þessu og verða betri í því en angulin það mikið breytt núna að menn eru oft gripnir í rauninni á bara þegar menn eru aðeins fyrir ofan sjá yfir þetta allt þannig að veka þarna komast niður en ná ekki að klára rándið. Mér fannst alveg hugsunin vera alveg rétt. Við voru að smóka, þeir smókuðu kompu, molluðu aftast að fjarkalest, en þeir eru með galopna 5 og ATHD lappar þar út og tekur 2. Já, þetta var svona, þeir náðu þarna smá plássi en samt ekki nógu, þeir lifðu bak við mollana, þeir hendur í moll á sama staði til dæmis, þeir hendum betur þá þeir vissi að líklegast bara dáið í molla. Þetta var glæsilegt. Sörk fær ekki svona... ATHD á 9 í HP. Næra komast út að komast rauða. Sprayin eru ömulega en Vissard, hann fellir vin þarna. Þarf að vera stór fyrir sitt lið. Backup komið hérna í Vietnam. Vakker loksins með tilbaka en það ATHD sem kominn á ról hér. 1 no-zoom og 1 fragg til að loka. Já, ATHD komið með 4 fraggjarnir síðan að fekk vappan í hendurnar. Eða 5 bara með vappanum sem sagt. Þannig að það mjög sterkt komin inn í 7-5 og komin inn í leikinn. Hann náttúrulega pottet mitt spilar þetta Ivy roll þarna með vappan í bara einmitt típiskustu postur sem þú myndir reyndu að finna vappa ATHD fyrir hana. Já. Bara í kórauna og mér sýnist að vera að fara allan leikinn. Þannig að af hverju breyta einhver sem virkar? VK bara ekki að spila vappa en það svo sem hefur ekki peningi fyrir þessu vappi. Vá. Þeimman tók og Vírus, þetta var hættulegt hopp þarna og Vissard finnur hann í því. Ekki byrjar þetta ránd vel. Tempóið, það búið að drepa það alveg niður. Hérna Vakker að reyna að finna glufu á Ivy en ekkert að finna og bara dreifðir mappið. Leikmaður sem þarf samt að fara að stíga upp akkur núna. Það já, kannski Rex en það Vakker. Það leikmaður sem getur breytt leikinn. Algjörlega. Það leikmaður sem ef hann on it og þá er alltaf mjög erfitt að stoppa veka. En það endur í frækinu fyrstur inn þannig að honum gengur vel þá yfirleitt. Gott eftir því. Saga algjörlega koninn leikinn aftur. Leita ekkert frábært í fyrsta rándinn. Það veka svona solid einhvern veginn í rándunum. Nota degluna í gegn en já, það M4 sem að klára þetta. 4-4. 4-4. Sjáum hérna mjög svona jafnt fraggingið hjá einmitt 4, 5, 6, 7, það talning 4, 5, 6, 7, 8 hjá Veka, nei hjá Saga 3, 4, 5, 4, 11 það aðeins meira svona gapana hjá Veka Vírus að njóta sín í trein hérna en ekki senustu ránd. Kantamóli hjá dómarinn að hægja á þeim í droppinu en þeir ætla ekki rauðast þegar 3 þar, tekkur í höndum en smókur sem að hægir verulega á þessu. Sjáum við að Veka búið með sinn eina smók sem í stoppsænið en þeir stoppuðu hjá rauðasmóku þannig að þeir munu ekki
nýta hann ATHT aftur að fá. og þeir fá annan smók í andlitstíðina. Já, þetta gæti verið betra. Vanger ætlar að endrja þetta en aðeins of mikið gap á milli leikmanna. Aðeins og mikið understatement ársins. Já. Þetta nákvæmlega sama og gerðist þegar endriðu B-sæti. Já, þetta var rosalega spes, bara Vanger eru svona takjarni að fær smókin og hann ákveður út og það eins og hann segi það bara þegar hann farin út í staðan fyrir aðeins að kalla vinn sinni saman og það gerir þetta ofbáslega auðvelt fyrir Saga. Þú veist, þetta hefði alveg geta, hann ekkert í æðislegri possu þegar þeir fara þarna út, hann Mozart sko. Ef þeir svinga og láta hann aðeins viffa byrjunum spreyðin sem hann meira þess að gerði, þá hefði þeir geta treytað örugglega mjög auðvitað en Veka mjög svona soft einhvern veginn í þessu rándi og seinasta rándi líka búin að vera 2-3 núna mjög soft ránd þar sem að sér líka peningin á Saga, þeir eru bara varla búin að deyja núna síðan þeir byrjuðu einhvern veginn að kaupa sér sko. Þannig að 4 fyrstu rándi voru algjörleik Veka en tilbaka hérna Saga komið og núna liður Veka bara algjörlega að rífa sættur í gang komnum við 4 rándin svo sem í Terr sem náttúrulega bara algjörlega sem við töluðum svona það er mjög fínt þannig séð hinga til eða sérst bara fyrirfram að við höfum boðið þeim það sko en úr því að taka 4 fyrstu þá viltu alltaf taka fleiri ránd til að byggja ofan á góða byrjun. Algjörlega Vanger tvísvar búinn að vera dálítið kældur í endri tilraunum sínum áttur að fá betra spacing á Veka-liðið en það er frábært Counter-Strike hérna senastu 5 ránd hjá Saga. Sko, þannig að Veka getur gert núna takt eftir það er 1.35 og utilið sem búið að henda hjá Sögu svo gigantískt sko. ATHT gæti verið að lenda í feitu hér en vel tímasett push hjá Virus en fröggin eru bara að koma til Sögu. Ja, Veka þarf að spila hægar sko. Veka þarf að spila hægar og þeir þurfi ekki einu svona að beita stöffið út af því upphafi ránsins eru Saga að dömpa því. Þeir eru fullstöff alltaf og þeir eru sko að henda 1.35 án þá voru að henda held í 3 eða 4 mollum og þriðji smókurinn var að fara út úr einu manni. Þannig að þá er næst eftir 20 sekundur þá verða að taka aftur rísmúka á þannig að þeir eiginni bara á 40 sekundur voru Saga búin með dótið sitt og Veka hefði geta bara beðið það út alveg og þeir þurfa spurningum mitt sko hvort að þar sem að þeir eru með klárt, þeir velja train, hvort að það hefur verið mjög mikið byggt á, mjög auðvitað að byrja að byggja terrorlegin í train þannig á þessu momentumi sem þeir byrjuð á. Það er rauninni bara að fara hratt og svona snowballa eins rándin og þeir reyndu náttúrulega að gera það með eftir að voru konið í 4. og fóru í þetta inn í röss sem að Saga vann og loksins. Þeir voru með svona típiska Íslendingin í þessu að fara sína þess úti og fara svo inn á móti og gera það hratt en síðan þá er þetta búið að vera mjög svona soft og þarna fannst mér eins og þetta átti að vera tímasett en það var mjög svona líka soft hvenær þeir gerða og ekki mikið af flössum sem ringdu þarna þegar þeir ákvaða að fara út. Það er 1 eða 2 sem er að fara með hana. Ég myndi vilja sjá það bara algjörlega chilla hérna, þú veist, þeir eru að fara 5 inn eins og það núna. Smóka mollan. Í brasi eiga mollan eftir Dom. Geggjað damage á honum en þetta, ég held að það væri fragg en Mozart gerir vel en allt í hennu 2 á móti 2. ATHT komin hérna út 5-una Wizard út kompu, finnur Deathcake og þá er Vanger í klötsinu. Ekkert stöff á honum, glæsileg grensa, reloadar AK-in og leitar að fragginu og Wizard spilar þetta par excellence. Lítið annað hægt að segja, Saga er með svör við öllu. Hérna myndi ég vilja sjá 1 ránd hjá Veka það sem er bara defaulta allt mappið og spila svolítið svona standard hérna því að þú veist, þeir ætti að geta það þeir ætla að fá mikinn séns í því rándi því að Veka eru bara í upphafi ránsins Saga eru algjörlega með það að dömpa stöffi og svo eru þeir mjög, þeir eru á svona miklum hítir að menn eru svolítið svona örgulega peppaðir að þeir eru ennþá hraða líka að dömpa þú getur alveg séð það að þeir doppelsmóki hlutin hérna, þeir eru bara allir peppaðir einhvern veginn í byrjun ránsins að stoppa allt sko. Svona 3 grenur, það er eina sem kemur eins og þannig að hérna halda þeir í stöffið hans. Tóndarna. Þetta er framþróin í hálfleiknum hjá Saga. Dom hins vegar spilar þetta mjög safe. Þetta er Veka að gera náttúrulega staðum. Deathkick með ATHT í gennum smókin. Þetta er ofpeppi sem þú talar Face a smoke. Og Vanger pússar inn á æviða meðan Deathkick bakkar þannig að hérna eiga Veka sko algjörlega að geta þessi fight reyndar
sko, Vangi þarf svo mikið að lifa þarna því að Vangi lifar aðeins lengur þegar ekki einhver pressa hinum meginn þá er þetta miklu öðuldri fætt hann tekur þetta, hann er langfyrstur þarna sko Vissart fyrir og klírar Ivy Mozart fær spottið, þeir labba líklegast í grændirinn hérna Mozart spilar þetta vel en Rex með rífragið 2-3 núna og já, bara Rex einn eftir Viktor með geggjað 3K þarna í Olof Já, þeir í rauninni sko fítuðu Saga rosalega þessi seinustu ránd þarna fítuð inn í að fyrst reyndur að fara mjög hratt og Saga tókst að stoppa það svo fóru þeir einhvern veginn á tempóinu með 2 sem samt ekki nógu þarna fannst mér akkurat í þessu þarna þeir leit verið út þeir endrið eða þeir hefur bara ef Vangir býður lengur, leifur lörkinu meira rætast leifur meiri press að koma hinum inn á mappinu þá er þetta líklegast, þá setja ég Sagi miklu aðra på en Saga bara valtaði verið það lifið veldi 3 þarna eftir en á endrið en það deyr 1 í millitíðinni Mér finnst svona eins og þegar við tölum Vangar sem leikmann, þetta er svona all or nothing leikmaður. Þetta er eins og bara unstoppable force, en þú nærstundum að stoppa hann. Hann er náttúrulega bara alltaf að reyna að leita, sem er oft stundum þarftu bara að virkilega leyfa klukkunni að gerast. Þannig þú veist, það er vannmetið hvernig það ef að Vissart spottar hann á longi 2 og 3 og sér engana, þá fer hann alltaf inn og segja að þeir bökkuðu. Í staðan fyrir þetta er svo snemma, hann er alltaf, hann vissi af þeim fyrir það stuttu síðan að þeir veit að það var einhvern. Þannig að tímasendingin fyrir lörkið er þarna enginn þannig séð. Svo tímasendingin þannig, Deathcake drepar hann bakkar og bara leið labbar Vangir upp þannig séð. Þannig að þú veist, það er líklegast alltaf eitthvað treytanda með hana að því það var enginn vinur hans að gera neitt. Þeir voru ekki henda stöð, þeir voru bara postjóra. Þannig að hann gefur þetta killan og tekur þetta alveg niður í 4-4 þegar þetta hefði geta allavega sett sögu í hans erfiðari possu þarna. Vega þurfa þetta pistól, þurfa 2 pistólinn til að halda sig inn í leiknum. Og Sörk opnar þetta glæsilega. Og ákveða að bakka þetta beint inn. Það er rétt ákvörðum, grensan er geggjuð. Gerir frábæran skaða, en þetta er þetta klassíska hoppanur í fjarkan. En ég býst við því að grensukaupið hafi verið bara direkt counter við því. Já, var hann að grena og molli á Deathcake held ég sem hann hendi í hann spilaði 5 afturlega og svo klára hendan í þessu stöffið hann að Vissart 61 HP og hann er að hitta hauskotu. Enginn að feysa og 2 saman og nú er þetta orðið vesen. En Deathcake reddar þessu og kemur þessu í 8-5 bæði pistól til Vega. Algjörlega og þetta þarna, þetta var þessu hugmynd hjá Saga þarna, í rauninni bara þannig sem ég heppni hjá Vega Sörk hittir þessu flassaða skoti því að ef að Viktor næri að drepa Sörk þarna er hann í samlokun að lifa þá er innir þessu miklu setna spottað. Þá næri rótið ekki að vera, þá er Deathcake eini inni það hendur þessu stöfrið að vita sér, þá geta þeir einmitt skeila þarna því að Viktor heldur pressunni. Viktor getur kött á rótið en það frakk hjá Sörk er risastórt á hann til að í rauninni svona láta rándið puðra meira upp fyrir Saga. 4 á Ivy og það er Dom sem tekur glokkuna inn. Vangir búinn að spotta allavega 1. Allir glokka nema MP9 Spónar með þannig teglu. Já, ok, disadvantage. Fær þarna greni sem tekur hann í 15. Það er engin náláttunum til að rísmókað og Saga búin að hverfa frá þessu Ivy playi akkurat núna. En Vega eru búin að gera sig klára annars þar á mappinu. Sörk þar á meðan sér þarna skugga nær fyrsta og Famasinn gera helling af skaða. Vissart, hann ætlar ekki að vera fyrstur með þessa deglu. Einu frækki allavega, ætlar að skipta yfir í degluna en fær ekki senast á því. 8-6, Vega byrjaði hárleikinni eins og hann fyrri, taka bara 2 fyrstu rándinn og hérna ekki vona það. Saga hins vegar eru bara full kaup hérna. Keypti bara eina deglu. Fróðilegt að sjá hvað Saga púlla hérna. Hóra mínimappi hvort þið hendi smók út, hvort það er einhver sem fer í. Er þetta 5-man í besta spóninu? Já. Eða 6-an sem sagt. Er þetta ADHD? Hvað tekur þetta? Það er engum smók hent. Já, það er bara dreift sér í smókar rauða. Vilja ná rauða kontról. Já. Þeir smóka inn í rauða til þess að Vangir er í vesinni. Þetta er bara ekki nógu góð pósa. Mér finnst svona eins og þegar ef þessi smóku kemur þá veit ég að það er einhver að fara að skeila á móti mér.
annarkvort ég að fara að swinga. En það sem við þennan smókið það, að þetta alls ekki mikið hent, þannig ég mjög svona impressa saga sér með þetta sem svona play þarna bara, þú veist, þetta er mjög eins og segir bara svona telegraft. Smókunum hent til þess að taka rauðarkontróli. Þetta rauninni map control smók, ótrúlega skrítið samt að hann sé að lenda þarna, en alveg meika mjög mikið sens og þeir fara hérna inn. Death Kick með MP9, spottaði snemma, Það ekki öðrum. Hefði við þurft annan hérna, sérstaklega í ljósi þess að Rex situr á 12 HP og líklegast bara að fara að halda byssu. Já, hann bara að halda byssu. Hann á persbóni. Hérna eru Saga taka rísa ránd í raunina því að Veka bara búin að vinna 2 ránd. Þeir eiga engan pening þannig séð hérna næst. Hvaða angul þetta? Það var eitthvað hacks, svona wallhacks. Gap sem að það spót í gegnum. Guð blessi gapið. Sko 9-6 fyrir Saga hérna og eins og ég segi, peningurinn að Veka þungur og í rauninni það kemur hérna á eftir ránd sem verður kannski til að staðan eitthvað svona 10-6 fyrir Saga sem að Veka kaupa sér, það risa ránd. Það sem að þeir eiga í rauninni bara eitt kaup til að stoppa Saga í það að komast í 11. Já. Þannig að og þá byrjar Forstið. Það eru kaup hérna, já. Já, þeir eru alltaf að kaupa. Þeir ná svo sem mjög fínu kaup hérna. Það verður nú bara að segja þetta eins og Nei, finnst þið það? Þeir eru með það miklu meira rifflum en ég einhvern veginn held að myndi vera, sko. Þeir eru með eina MP9 en það er ekki góð stöff af því að þeir eiga ekkert stöff. Death Kick seldi M4-sinn og keypti stöff. Ég var hrifinn af því. Ég hafði miklar áhyggjur af innileikari. MP-mökku þetta fer út á fyrsta tempói alveg. Tikkaður. Kreitin að koma inn en þeir eru ennþá 2 út í jardi. Sörk varðan á þessu fraggi. En núna verða þeir að spila saman. MP9 veit núna af einum í kompu. Með Uspu. Hann droppaði byssunni sinni. Já. Og ekki að finna semst byssu. Hann er að færa að finna byssu núna því að það enginn nóltunum. En hann að fara longið og það mun líklegast nema hann sé að heyra, hann að hlaupa. Sörka með Uspu. Hann ennþá með Uspu. Já, en þeir heyrði þetta. Og hann heyrði hann stælenda þannig að hann heldur að þeir viðtekjum hann þannig að þeir treyta þetta alltaf hérna. bara allt í lagi. Hann droppaði vopnunu. Ekki einhver millisekúnda munur að pikka upp sætarmið og droppar eða skiptir á milli? Ég veit ekki hvernig hann droppaði þessi byssunögli þegar hann kláraði skotin í koltinum og ætlaði þess að pikka því hann stóð ofan á líki vina síns. Já. Hann haldið að byssan myndi droppa staðinn. Byssan droppaði stjórnlega skringilega að lendi ykkur ég held að það hefði grenað hann, sko. En Veka taka þetta ránd þarna, þannig að það mjög stórt fyrir þá til að bara hérna halda eins stjórn á sig hérna og ítir þessu í að við erum líklegast að fara í mjög jafnan leik hérna. Sporlega sjá minna. Þurfa þetta ránd samt. Þetta rauninni bara delayed. Nákvæmlega sama á þess að tala nema aðeins fyrr rándi áður. Gríðarlega mikið á þetta ránd fyrir Veka að sigra. Já, fyrst þeir voru, ég held einhvern veginn að það myndi vera verra kaup þó þeir hafa vunnið fyrir 2 rándir, en þeir voru með mikið rifflum og Saga fór að út á fyrsta tempói sem Grensan góð. Frábær grensa. Þessi molli þarf að hitta á defaultið til að gera þetta erfiðara. Death Kick verður að halda olíu og gerir það stakri snill, tekur bombu líka með sér. Og Rex komin í backup hérna. Death Kick fylgur á sprayinu en það kemur ekki að sök. Viktor allt í einu einn eftir. Á aceinu. Búið með 2 fyrstu killin ef hann tekur þetta 1v3 og þetta 1v3 ace. Þetta var svo bjartsýnt hjá þér, Jói. Þetta væri eitthvað. Þetta hefði verið alvöru play og hann hefði náð að fá einangur að fæta hann og náð að sjá 2 en einhvern veginn rétt missir að því að komast í smá öryggi hérna. En Veka hins vegar hérna núna komni með ágætis ult hérna, nú eru þeir CT komni með 4 round strax, þannig að Veka eru líklegast hérna orðnir sigurstranglegri. Það verður fróðlegt að sjá hvernig Saga spilar úr gunrátur sem koma eftir þetta. Skulum ekki gleyma diglunum hjá Sögu. Já, það reyndar alveg hárrétt. Þetta eru diglulið og Veka má ekki gera mistök hérna. Gekkja flass, tekur Mozart af línunni. Það ætla samt að challengea fyrir framan það. Ef ég myndi spotta play-módelið hjá Wizard með diglu, þá myndi ég bara ég ætla að vera í bara einhverju passi-angul eða eitthvað. Ég ætla bara að chilla. En
kemur smókurinn, hann stórhættulegur, hann heldur að hvert einasta skot sé að fara hitt í haus hjá honum. Aðal pressan að fara að koma á death kick núna. Bomban inn upp í 5-unni, já. Viktor sér. Hann sá hann líka. Þeir sáu þetta, þeir flassaði þarna. Þetta var glæsilegt, bomban að fara hérna niður. Viktor ná að skela sig upp en Rex og Vanker ná 2 fröggmynda tilbaka til að gera þetta þægilegt. Og þá geta þeir defuse á bombuna. Vissulega plant sem kemur þarna inn, en það þurfti 1 skot að falla með sögu hérna. Það þurfti að vera þannig 1 skot enn til að þetta gera þetta mjög þungarandi. Aftur á móti þetta plant hérna í deiglurándinu þannig að þeir eiga að fá fínan pening hérna komandi inn þetta. Þannig að hérna fáum við loksins fyrsta svona alvöru gun round. Þeir voru með ágætis svona opnun í fyrsta rándina sem við tóku smókin. Fróðilegt að sjá hvað þeir gera hérna. Þeir þurfa eins og við talaðum á hann þegar Saga var komin á þetta run, komið fullkaupið það. Hérna þegar þú komin út í fullkaupinu á City, þú verður að spila hægt. Þú veist, þú getur ekki farið út í fyrstu bylgju því að þeir sjáðu stöffið sem kemur hérna í kompuna. Það er bara líkt séns að þú komist fram hjá því. Ég með hérna 1 móli, 2 mólar. Algjörlega kampenda, þeir fara út og sér hátíða sem þeir eiga. Þeir eru flastaðir baka móla, þeir eru í skítamálum hér og verða að finna frögg tilbaka. Vanker eins og það kemur nær einum, Rex líka en 3 í röð frá Saga. Þetta galopnar rándið og death kick, þeir vita hann innileikmaðurinn. Og þá rignir júturinni yfir en ADHD á vappunum, tryggir rándið, frábært jútil en ná ekki að púsla saman fröggunum eftir það. Þannig að þú Saga virka það sem að rauninni veka reynda að gera er að setja lega fyrst í jútulunni þetta og fara svona út strax í annar bylgju með alls ekki miklu stöff, eða þeir fóru reyndar bara út í fyrstu bylgjunni en lifðu bara einhvern veginn í bylgjunni þarna, stóðu þarna og tóku molla og grenurna sko. Það hefði eina grenu enn frá City-jónum þarna í þetta svæði sem hefði bara drepið örugglega 3 gæja sko. Þannig að það var ansið tætt þarna en Saga náði einhvern veginn að deathballa sig út úr og hérna hins vegar setja þá peningurinn algjörlega búinn á VK, vappi á vírus, 2 MP9, 2 koltar. ADHD hinum einn á stóra græna prikinu. Þetta, hann á 1 HP drengurinn. Vissulega með vappan en það þarf ekki að gera neitt við hann. Vírus nær það fyrsta, Viktor sem það skeila upp, býst vírus við hann og svona framalega. Inn í litlu krefesi. Glæsilegt hauskot þarna. Viktor kom með helling af plássi. Viktor er líka bara mjög on it hérna. Búinn að vera sjóðandi heitur í þessum terrorleik, mikið að killa Crisp á akkánum. Vanker spottaðan leikmanninn er að spila Olof Sörko með dýrmætt frakk hér. 2 dýrmætt frökk. ADHD svarar ásamt bara 1 HP. Vanker lappar í gegnum smókin og er að fara að lappa hliðina á Viktori og nær honum. Bomban er á ADHD 1 og 3. 4K til að sigra með 1 HP í undanúrslitaleik stórmeistaramótsins, það væri Saga. Bara að fara inn í 5-una þannig að ADHD fæði einhverja svona tímasendingu og sleppur fyrir aftan lestina þegar Sörk kíkir. Þannig að þetta gæti fyrir. Hann er einhvern veginn að labba. Ja, Rex er að fylgjast með þessu. Og hann á náttúrulega 1 líf þannig að þetta er Sættunir 10-10 og Saga. Peningurinn er alls ekki góður hérna. Nei, það verður að segjast. Það er mikið, það vantar pening á bæði lið. Já, og hvað þeir taka forsi hérna eins og sem, ég held að sé alveg eins, þú getur alveg fært rök fyrir að það sé play sem hún gerir hérna, af því að þá ítur City-jónum í verra, því að ef þú tekur spara hérna þá ertu að treysta í rauninni það að hleypa City-jónum í 11 og þú þarf að taka 3 gun round í train. Það gæti verið svona þungt. Þetta er gamble, sjáum hvort að borgi sig. Út á fyrsta tempói. Grensurnar eru góðar en verri en áður og treytin eru jöfn City-jónum. HP-ið ekki betra en Vírus er að eiga góðan leik á vappanum. Spurning hvað gerist hér, þeir eiga útisvæðin, það er Haukur í hotni. Vírus er í kóru. Er við dáin? Nei. Þarna, 1 í gegn og annan þarna, ADHD fallinn og þá er Mozart 1 eftir, 13 HP í klötsinu, finnur fyrsta. Inn í kompunni, grípur í AK-in. Döður. Já. Sama hvað. Vírus er risastóran. Ég held að við vita það Vírus. Þeir virtust ekki gera það alveg. Jú, þeir spottu hann pottet. Hlikur hann að skoti í gegnum kompunni sem geðveikt og svo tekur hinn að klassísku línuna sem skrítið þetta Terran Labbi. Þetta er svo ofbóðslega klassísk lína sem hefur haldið að þeirra mappin er í kóriðinni 11-10 og
Þeir eins og að planta þannig að þeir eru þá hérna líklega að taka annað kall í forsið, þeir gera það. Sko, Saga eru svo sem alls ekki búin að vera með neitt sérstakt hérna í terni, þetta hefur bara verið í rauninni útíröss. Þeir eru svo sem með það alveg á lás, þeir henda molla á bombulestina, þeir eru með smókan á hreinu hvort sem það samloku eða stoppsæn, það er mikið að flössum að rigna yfir en það er bara málið að þeir eru komnir hérna út, þeir eru allir bara rauðir, það er bara hákið, það er bara ekki til staðar. Hugmyndasnaugt og Mozart og Wizard í gegnum smók 2. Þetta er bara tilviljunarkennt að þeir skuli finna þessi frögg. Vita báðum leikmönnum umsöku að sikkur leikmærin fann frögg, þannig að þetta var ekki að koma þeim neitt á óvart. Sörk inn í rauða, mjög þægileg staða á honum. Vanger með vappa, einhverjum skrýtnum ástæðum. Mozart fellur, Wizard gæti hafa lörkað þarna en Vanger á bombuna, gæti lúrað bara þarna. Wizard, hann er komið fullt af plássi. Gaur bak. Hvað? Já, Belkek, við segjum engum þessi var vissulega væntanlega ekki að búast til leikmanni komin í stoppsæn. 12-10. Þetta er bara nákvæmlega svo kallar það er þessi mikilvægu ránd sem að Vega eru að sigra. Þeir voru komin í bílstjórasæti þegar þeir voru rándi undir. City-sæti sterkt. Já, og er unni mjög slagt tísæti og sögu. Saga með 2 ránd hérna í tísætinu. Eitt að vara þetta útíröss áðan sem var þannig með þess að við vorum eiginlega þannig þeir unnu rándi það sem áttaldri að vinna. Þeir stóð í laugunum, gren áttu ekki neitt í líf og það er tilnakent og hitt rándi man ekki. Það var hann að rauðar, það var hann að bónusrándi svo kallega. Já. Þeir smókuðu rauðan og pikkuðu það kill út strax og fróðlega skrítið það er fyrsta gunnandi sem leit út fyrir að vera svona smá hægt og einhver svona smók til að taka map control, fyrst þeir smóka rauðan út þá er aldrei fara út hratt út þeir eru vonast til að ná honum til að taka eitthvað seinni bylgju en í síðan þá þeir hafa bara rössað út kompuna og svona það er svona fölsk tilfinning hjá þeim að það sé að virka af því að þeir komast alltaf áfram en það er bara ekki nóg. Sko kompurössið þitt til þess að það virkar þá þannig að það lifa svona 4 gæjar. Af því þá er rössið gott. Ef þetta treytast niður í 1 og 1 þá er þetta bara skrappi og þá ertu bara að vinna þetta á í rauninni alveg því sama og að bara henda í einhvern pikk. Stórfurðulegt entry, kemur kompusmókin fyrir inn í feikið og hann bakkar inn strax tvisturinn. Þetta hérna og þetta er líklega smókið, þetta er playið sem átti að vera playið. Það er þeir smókar rauða, hann kemur sér í hotnið hana, þeir eru að halda kompunni, svo smókaði til að feika inn í dótið og fara út. Og hérna er alltaf að sigla heim fyrir sögu. Geggjuð grensa, Vanger lifir á engu HP. Vanger reynir að finna skjól en það er einum og ATHT finnur fraggið. Ég er búinn að skýra hann að kassa. Þetta er shine. Þetta ömulega hotn. Þetta er skítakassa. Já, þetta er ömulegt hotnir. 12-11. Þannig mitt var svona, þetta var líklega strattið hjá Saga. Þessi smók til að ná rauða, þeir býði í kompunni, svo henda þeir inn í smók til að feika það presens og tilbúinir að poppa út á því með, sem er mjög fín pæling sko. Og fínt að sjá það allavega strax þarna og vonandi bara þeirra vegna að ég geta tekið hérna að púla annar ránd hér. Það er spurning, þeir eru að treyta stöffinu, henda inn í stöffi, 5 smók og molla til að taka inn í kontról. Hérna ætlaði líklegast með það að bomban er að lappa inni og það er samt görur að læna stöffi að þeir ætlaði líklegast að taka út í feik. Henda sérst, já þeir eru með fullt af stöffi að það gæðinu, þetta er út í feik og svo að fara inn. Það eru 3 hérna inni að bíða. Það er spurning hvort þeir kíki, sem getur þetta líka verið bara út, nei, nokkuð líka að fara inn til þeirra. Líkur þessu hér eru Vega að fara að sigla heim fyrsta mappinu, það er Saga að fara að henda okkur í overtime. Rauðarsmókin er komin og þeir gefa og þeir lappa eftir, þannig að þetta er líklegast svipað. Nei, þetta er bara skína rauðaprensins en svo ætlar að vera ógeðslega margir inni. Hérna er þetta bara 5 manna inni teik og það eru 2 Vegamenn mættir með svona tiltöðulegt rít á þessu, en það er samt ekkert víst að þeir stoppi það af því að Saga væntanlega eru með stöffið á hreinu hérna fyrst þeir eru með þetta exec í erminni og kunna er væntanlega einhvers konar exec hérna. Sá eitt Vanger rótita yfir til að taka þetta en þeir þurfa að dressa fjarkan. MP9 nær bara einum, treyta sér niður á 4-4.
Mollin frábær fyrir Dom til að skeila sig áfram og finna frábæra stöðu, komin í 5-una. Þetta óþægilegt að retake á móti, en Rex komin með frábæra stöðu. Hann verður að fá 2K hér. Hlýtur bara að vera fyrir þetta fyrsta. Hann sá ekki Dom, sko. Þannig að þeir vita ennþá ekki Dom og ADHD á Molla. Dom fundinn, Dom finnur 2, Rex allt í einu 1 á móti 2 og við erum að fara að rakleiðis í overtime. Algjörlega Saga koma hérna tilbaka með 2 ránd í lokin og þarna spilaðu þeir með 2 bara hæg, fín ránd. Þannig að þetta var fínt, já, gott að sjá þetta, þú veist, þetta, eins og núna í overtime þurfaði þetta. Núna allt stöffið á veka. Þannig að þú veist, hérna eru Saga alveg præmar í það að þeir eru búin að taka þeir eru konið svona grúf með þetta. Þetta getur tekið svona ránd aftur. Þeir vinna fyrsta rándið, þá annað rándið og jafnvel sérstaklega líka þriðja svo, sérstaklega þeir taka annað rándið út í sem terr, þá þriðja rándið býður upp á hratt terránd og þeir eru confident á útidótinu. Þannig ekki láta koma úr óvart að þeir vinna hérna 2 ránd á terrhálfleikunum núna strax og þá þriðja rándið myndi vera hratt út í röss. Ég get alveg séð það að vera svona einhverja pælingu hjá þeim. Þeir halda fram hérna í rólega. Þetta eru miklu skemmtilegri og útpældari ránd. Þetta alveg rétt hjá þér. Já, Sögur vilja taka rauðastegan hérna. Eru að plaffa niður Rex hérna sem að greiðir alltaf að vera inn í rauðasteganum. Ákveður að drífa sig í burtu núna. Algjörlega svona fróðlegur fight sem ásett það í rauðastega því að Saga eru alltaf að henda þessum smók þarna hinum megin. Rex hann reyndi að fara í rauninni henda smókur framan og vera á milli þeirra. Það kemur annar smók aftur í rauðana meðan þeir skeila þar. Þetta virkilega óþægilegt sem CT. Já. Alveg ofboðslega, þeir hins vegar eru með bara líka 2 inni hérna eins og þessu tilbúinir í sama en það bara aftur eins og áðan sagði það ekkert víst að það sé endilega samt nóg. Já. Deathkick á allt stöff. Spurningin hvað hann ætlar að 2 frögg í rauð, Rex og Deathkick gerir þetta örlítið auðveldara og núna 3 á móti 5. Rex finnur annan, leitar að þriðja. Loksins fellur hann ekki áður en nær að hausa Viktor og þá hraðast tempóið en Vanker með puttan á púlsunum þarna. Þarna tóku Veka svona akkurat aggressjónu í rauninni hættulega tímapunktur fyrir Saga þar sem þeir eru búin að defaulta rólega og byrja á halda öllu og svo eru þeir svona að koma sér fyrir í inniteki og sér ADHD kemur þarna í rauninni seinasti gæinn líklega sem á að fara að setja upp eitthvað stöff og gripinn af rauða pússinu á meðan að Deathkick tekur svo entry í 5-unni. Þannig að það var svona smá óskilvirkni þarna hjá við í miðjurándinu sem kostar það á þarna í X-ekinu að það sé rauninni bara mjög limp og Veka taka rándin nokkuð örugglega hérna. ADHD með opnun á Vanker sem að hann búinn að eiga ágætan leik en pínku taktleysi stundum í opnunum hjá honum. Gæti kostið á rándið, en þannig takk á Viktor, snýr sér, spottaði hana Vírus og ná að jafna metin hér. Vappinn búinn að vera stór fyrir Vírus. Landsliðsmaður á Vappa. Algjörlega, þetta Molla fyrir gegn. Sörk að leika á alls oddi hér, komin á 21 fragg. Aftur hérna koma 2 ránd hjá Saga sem að eru svona svipuð og þannig eru hægur rándið að líta mjög illa út tvisvarsinnum og það því að það í miðju rándinu einhvern veginn alltaf að taka einhver play sem að eru ekki og þessi smók lélegur. Vissart finnur Rex þarna. Nei, smókin góður. Deathkick, einn eftir á sætinu, spottar þarna í kollin og nær samt Mozart. Þetta hefði verið risa kill á margfalstina. Vissart núna í ákveðinu vissinni og þetta glæsilegt fragg. 25 sekundur eftir á klukkunni, Vissart ætlar að hraða sér í rauðastegan en Vappinn Vírus komið M4 núna. Siglar hann út, næstu því búinn að plata Vírus þarna. Bomban í last inventory. Það líklegast takkinn sem hann nýtir á hann með hnífinn og tekur svo eftir hann siglar ætlar að peka upp og pekar upp bombuna. Hann hefur klikkað að vera með byssuna klára í næsta í kúinu. 14-12 og aftur móti hérna eins og sem svip á þessi sagðan þó að Saga sig ekki búin að vinna sér ránd þeir geta alveg tekið út úr þessu hérna og þeir eru búin að sína það hitt er ekki búið að virka þeir geta bara fuck it, tökum út úr þessu gangur í treytaðinni til að taka þetta staka ránd hérna og
geti verið nákvæmlega... Nei, þeir setja upp í bara defaultið sitt, það smóka rauðan og bara rólegt round. Smóka í 5, smóka í rauða og ætla að taka map control, 2 komnir í rauðastegan til að taka það. Taka þetta hérna á fyrsta tempo eins og maður segir, þeir ætla að taka þeir fyrir út í genið smóki núna. Mozart með 2 risastóra. Vanker nær einu tilbaka en það er Mozart á 3K sem að dominata þetta round. Vírus klika fyrsta skotinu, verður að hitta næsta, öll pressan komin á hann og hittir því Deathkick hægt og rólega, nær þetta fríu fraggi 2-2 og Mozart low. Deathkick gæti verið risastór þegar þessi smókur farin, 1 á Electric, spottaði 1 á bombulest, sér hann, veit af senasta leikmanninum á bombulestinni og Vírus nær því fraggi og Viktor, hann getur ekki annað gert en að halda hann rakleiðis andlitið á sér því að þetta var algjört klúður. Já, þegar þeir eru í 4v2 úti og vita Vírus með vappan í Kóreu að rándið tapist úr því stórkostlegt vandamál af því að þeir geta bara, já, þetta labbi gegnum smókin þarna hjá einhverjum á þeim tímabúli sem að Deathkick fær fríasta kill í heimi svo furðulegt. Saga bara, þetta ránd gjörsamlega ditt my brainin. 15-12 fyrir veka hérna. Ég meira þess að skil ekki, ok, ef þú ákveður að taka smóki-lörkið, af hverju ferð ekki á vappanum? Já, 100% rétt. Af hverju labbar ekki beint í gegnum smókin í hinum einn til að því að Vírus tekur kill rétt áður þannig út staðfestingar allir lagi. 5-5, 12-5. 12-15, veka einu rándi frá því að tryggja map sigur, sitt map pick í Train. Og já, það ekki nema Saga að taka 3 ránd hér í röð. Það var litið illa út í T-setinu sínu, en par excellence. Smókin hérna, þessi Viff smóki á Dom. Ætli Vanker hafi spottað hann. Gerir það, nær entry, mikilvægur þegar þurfan langmest og það rignir Util yfir. Þetta svo líklegt vekran, þeir eiga allt Util eftir, þeir geta smókað hérna, þeir geta smókað í fjarkan og 5. Þeir eiga vita að ADHD kemur hingað því ADHD. Vanker með 2 spottaritt leikmann og það hárrétt þegar eiga að vita að hann kemur út 5. ADHD búinn að hlaupa, heatmappið hans í CT búinn að vera bara nákvæmlega sama línan allan tíma. Býttu, hvað að gera? Sörk og Rex 1-2 eftir, en þar höfum við það. Það 16-12 niðurstaðan. Vá, 16-12. Ég að skrifa þetta niður. Sko, þetta var stórskemmtilegur leikur. Já, þetta var aftur overtime. Við sögum fyrir þetta að þetta mun vera jafnt og þetta verður það pottitt næsta mappina. Núk það ekki rétt, það verður líka mjög fínt map, þannig að þetta voru mjög jafnt og hérna svona miklar skrítin leikur einhvern veginn, veka sigla heimann af þessum fyrstum 4 rándum og svo bara sitt alveg upp á excellent í rauninni, bæðilega með lélega terrafleikana í rauninni bara allan leikinn og sér að veka vinna 3 ránd sem City til að klára hann að leik og vinna svo seinasta rándið að ná, einmitt Dom feilar þessum smók, ég sá þetta, hann gerði þetta á 5-unni, hann hendur honum í fjarkan, hann á að lenda sérst bara alveg að ný, en bánsaði eitthvað skringilega, hann lendi á einhverjum pixli þarna þannig að sem ítti Vanker þarna niður og það náðir inni þarna allir með allt stöffi og það var hort á mínimappið að það var rotate var mjög langt í það þannig að þetta var rosalega þungt fyrir að taka þetta seinasta ránd tilbaka og eins og þú sagðir þó þeir tóku hann að killinn í millirándinu gerði í 2v2 og þá var þetta of langt gengið þannig að veka bara verðu í sigurvegari hérna spiluðu bara mjög fínan leik í rauninni í heildina. Byrjum þá bara að kryfja hennar leik út af því að það þurfti bæði pisturrándin fyrir veka til að knýja fram 12 rándin sem þeir náðu til að gera þetta 12-12. Þeir voru mjög bitlausir í seinnipartinum af T-setinu sínu. Algjörlega, við erum bæðileg mjög bitlaus í T-set þannig sem Saga komandi með 2 rándin til að klára leikinn og Saga réttir að veka vinna, Saga taka meira af gunrándum CT-inu sín sérstaklega tilbaka og svo í terrándinu þannig að senstu 2 eru bara full gun round sem vinna þannig að hérna þeir eru svolítið hard done by hérna að tapa þessum leik en Saga veka bara að gera það sem þarf til og hérna vinna réttu rándinn og vinna klötsin. Það hafi ekki verið mikið þannig sem klötsum vonum við eitthvað en veka tók þau þegar þeir komu. Train, það er búin hver á besti leikmaðurinn í liði veka? Það var líklega Sörk. Maggi Vírus var með mikið að killum en Sörk var ekkert langt frá honum og svo átti Sörk náttúrulega risa ránd inn á milli.
Þannig að ég held að Vital Pistol killið í fyrsta Já, rándinu. Vital Pistol, þannig með flassaðakilið, það er double entry, þannig að þeir taka fyrsta rándið sitt, tergunnondin þar, og svo er hann alltaf stór líka, bara, hann er mjög mikið svona mitt leikmaður, finnst mér þegar þú fylgist með honum, þú tekur ekkert endilega eftir því að hann sé með öll fröggin sem hann er með, en við þessum leik var hann það, Maggi Vírs við sáum, hann var með öll killin alltaf, en svo þú skoðaði skorbutu í lokinn, þá var Sörk komið þangað og búin að stórrándin á milli, en kalla þannig að algjörlega flott mapp í honum hérna og einmitt algjörlega. Já, allavega veka einu mappi yfir, við förum í Setar Krík kjarnorkuverið eftir örskama stund, ekki fara langt. Það eru auðvitað allir góðir með mjólk, því mjólk er góð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi. Það eru auðvitað allir góðir með mjólk, því mjólk er góð.
Velkomin aftur, Vega sigra Train en næsta mappið Núk og getum við ekki sagt það saga eins konar sérfræðingar í Núk? Jú, algjörlega, mjög íslenskt mapp eins og tala manna bæðilinu mjög sterk í Vega hins og að fá að velja CT, byrja CT, þannig að þeir geta byrjað mjög sterkt hérna sett sögu í alls konar hólu þegar saga standar alveg undir pikkinu sínu að sína terrorleiki sinn og hvað eru með þar þannig að þetta verður fróðlegur leikur að sjá Saga spilaði á móti Kano í Núk ég man nú ekki hvernig terrorleikurinn þeirra var þar hvernig spiluð það að segja sko. ég man hvernig þeir spiluð CT að því að Kano þeir þurftu örugglega að spila lítið terr að því að þeir voru góðir í CT-inu man því að þeir voru bara að pikka út í garðinum vissar þarna í íþrótt að fæta enga smóka og eitthvað algjört svona bull, þannig að það eru fróðlegt að sjá hvernig á meðan ég veit að Vega hérna með alls konar útfærslur og pælingar í sínu og þannig að þetta verður pottet mjög fín og jafn leikur bara eins og Train var sko. Dýpra playbook samt hjá sögu í Núk. Við getum alveg sagt það, þó að ATHT sé mjög mikið að rönna sama stöffið, þá vorum við samt að sjá svona dálítið öðruvísi smóka. Við vorum að sjá Navi smókana, við vorum að sjá Default smókana, við vorum að sjá Lúkin þar sem við vorum að kasta smókum, einn í lurki, mögulega Wizard og fara síðan rampin. Aðeins svona öðruvísi að gera meira heldur en í rauninni vanalega. Þeir eru mikið bara að rönna alltaf það sama og sjá hvernig það virkar. Já, algjörlega. Þeir eru verið þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta spilast úr sig hérna í Núkinu. Hérna, Vega spilaði náttúrulega Núk, búin að spila alltaf og þú veist það er misjant hvort er pikkið eða hvort er pikkað inn í þá og einmitt hvort er vinnið og tapið það er svona alveg fyrir öllu þú veist fyrir ekkert alltaf lengur sem að Vega ef að Núk heita pikkunu þeirra en svo svona hefur það aðeins shiftast til en þeim líður mjög vel þar eins og flestum íslenskum liðum þannig að þetta verður bara mjög jafn leikur líklegast hérna og gaman að sjá við erum með sterkan rampspilara hjá báðum liðum í Dom og svo í hérna hver eftir sögu það er þá mann ég það ekki. Já, Dom er hjá sögu. Nei, Dom er í sögu hjá hérna Deathkick. Já, Deathkick, já. Support-akkerinn hjá þeim verður mjög sterkt þannig báðir og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir spilast úr sig þeim. Eitt sem að svona leikmaður sem að vantaði dálítið inn í Vega þrátt fyrir að hafa unnið náttúrulega Train það var Rex, við náttúrulega erum búin að vera að tala dálítið hann, þetta er svona up and coming talent og ég meina hann er búin að spila úrslitaleik, það er alveg stort feat in itself en hann er einu mappi fyrir að fara aftur í úrslitaleika móti Þór vantaði dálítið í hann í Train. Hann gerir samt alltaf það sem ég hrifnaði með hann gerir samt alltaf í rauninni það sem hann er hlutverkið sitt í rauninni. Hann tekur mökkuna þegar þarf og til að fyrir entry, hann sinnir alltaf sínu hlutverki og gerir alltaf svona sína hluti þannig að það er í rauninni ennþá kannski betra merki fyrir svona gæja, þú veist, hann sé að hann bara spila sinn leik, sé ekki að missa sig endilega öll og miklu og svona spila bara nokkuð stabílt og hann er að vinna sig upp í þetta og talaði með svona spilari hann lúkkar ekki out of place og það er rosalega stórt. Eitt sem ég langaði líka svona að spyrja örlítið út af því að við erum komið live! Og fyrsta rándið, það er runnið út í sandinn, Saga sigraði það hins vegar en já, eins og við sjáum þá er Vega einu fraggi nær því að sigra hérna díkurnándi. Hérna Diggur entri úti á ATHT, gegnum einhvern smóku eitthvað, en þeir fara hérna 3 niður, molla doppelið. Þeir fara í gegnum doppel hér. Nei, þeir eru bara með læti, Viktor þess að þeir kyrja. Vakker! Gerir gríðarlega vel þarna! Það er Rex sem er honum til hals og traust. Hvað gerðist þarna í entryinum? Þarna sungu deglundur allan sem við sannlega segja. Sörk tók hann að deglundur þegar ég leit á radar, þá var hann bara í íþrótta. Það var smókveikur fyrir öllu úti og ég veit ekki eins og hvað ATHT dó. Þannig að það var alvöru entry og svo strax þannig Deathkick tekur einn með MP9-unni og svo treytar þetta bara niður. Vangar hitti 2 flottum degluskotum. Það elska deglu vögguvísu. Það er frábært. Ég syng þetta fyrir dóttur minni á hverju kvöldi. Það eru Saga að gera hérna. Þeir fara það á fyrsta templu og gegnum molla. Þetta er hættulegt. Vírus komið 3. Deathkick reynir sitt allra besta að taka þátt í þessu en fellur. Sjálfsög átti gríðarlega stóran þátt í þessu 3K hjá Vírus. En þeir eru allan komnir með 1 stykki Galil. 2 stykki Galil. Þetta gæti verið hættulegt, Jói. Já, en eins og það er mikið HP á ATHT, hann er besti gæinn í eitthvað svona. Fer hann í gegn er innkilin strax treyta þannig að
Veka hérna í góðri stöðu með 3 með full kaup. Og það Sörk sem að klára þetta. Talan að Sörk væri stór, hann hávaxinn. Hann mjög hávaxinn. Já, hann það. Flott kamerangl. Já. Saknar samt Pandas kamerangl, það var sett mikið í það. Já. 2-1 leikja. Já. Hann að vesenast. Vistart með Deiglu hérna, spónar auðvitað með hana. Hinn í vinni að vera hann að pikka hann upp eftir hann. Ég vil að sjá þetta Káseta move hjá Mozart. Hann komin upp á klettin. Þetta mjög skemmtilegt. Já, þetta hefur verið geðveikt þetta virka allavega. Já, þetta hefði verið bara örugglega surf of the century. En Vírus nær Vissart hér út og 5 mönnum undir. Dom sleppur. Já. Bomban fyrir í stáli og Deiglan reynir að stekka pláss út og svo hann að planta. Ég ætla hann að geta mjög mikið. Ívarróður tek sjálfur bombunni og fyrir á tímasett venturoppi og meðan að Deiglan reynir ef að Deiglan ítir öllum út. Þannig að kennst hann niður ventidóm en það mætti ykkur í bakkupið. Þannig að planti næst ekki. Já, náttúrulega ekkert búið að teygja rótið eitthvað rosalega mikið. Nei, hann náði þetta ekki neinu killi. Kaup hérna hjá Sagalóksins, Gunnrond komið. Fróðilegt að sjá hvað hendi hérna. Hendu á hann í smókveginn einmitt og samt ramp poppa móti sem Vissart fór einmitt 1 út með því. Gæti alveg trúað að kæmi smókvegur allavega. Það er eiginlega orðið bara sjaldgæft að við sjáum ekki smóka úti. Já, kemur hérna klassíski vekkir og Vissart ennþá 1 úti með því. Vissart hleypur beint niður með því. Þannig að hann ætlar að vera með svolítil læti þar en þegar við sjáum að þristurinn hérna mættu beint í hann. Það fæt hérna niður í síkretinu strax þar sem að Vissart drepur Vírus. Og gekk rótið leið, Vissart kominn í single. Hann tekur þennan fæt allan daginn. Hann kominn í hjálpina á rampinum, tekur Viktor út. Af hverju bakka Saga ekki samt? Jú, þeir vita sko Gaur niðri og Gaur í bakka á ramp. Það þetta vita að inni sé tiltölulega klýr. Dom glæsilegt entry á Vanger og þá voru þið 2. Eitt sem ég finnst samt áhugavert að Deathkick algjörlega opinn. Það ekkert sem hann getur gert annan að droppa mögulega í Toxic eða eitthvað. Og hann í single, ég hefði viljað sjá bara svingið. Já. Út með stjörnuræflerinn í Vissart. Þetta tildröð að þetta unnið ránd fyrir Saga. Getur ekki annað verið. Það er bara gamli liðsmaðurinn í sögu Sörk sem að eftir situr og ætla væntanlega bara að halda M4 hér. Vissart gerir þetta dýrt. Það að halda vopni. Lifa 2 hérna hjá sögu. 3-2. Sörk sem 109 ADR. Já, með 6-1. Í kildað hérna. Stórtægandi Vissart þarna, reisastórt. Tekur hann entryið, púla vörnina niður og í rauninni algjör dósaopnari þarna með bara einföldum vegg og svo ég sá þarna radar að Maggi Vírus mætir honum og að snýsir í hina áttina þegar hann kíkir í hann. Þannig að við náðu einhverju tímasendingu. Þetta er samt 100% leiðin til að nýta mannskapiðin. Ég myndi vera gríðarlega hræddur að mæta í fight á móti Vissart. Já, mjög sterkur. Sörk gerir gífurlega vel þarna, hendi ömulugur crossmokkingsverð hjá Veka. Hver er það sem hendi honum á sögasegðu? Hver er það sem hendi honum skamastiðin? Sörk með double entry hérna. Tekur Viktor í gerðu vegg. Ekki alveg 100% það gerðist en mjögulega kýtlaði það pásur á Deathkick. Nei, gerði það ekki, ásakið. Móli viðbyggingu, ADHD fær ekkert upp úr krafsinu. Þarna kemur frakkið tilbaka. Þetta gæti opna hluti. Gerir það algjörlega. Þeir ná að slátra flankinu og vita þá aðeins rólegir að geta hreyft sig á mappið og ætti að geta labbað hérna í. Vírus að koma tilbaka. Vírus komið með vappalínu. Þeir að fara að labba inn í hann. Deathkick komið langt í burtu. Vírus klúrar ekki þessum. En Brestvólesti nær einungis einum. Deathkick samt sem áður niðri. Fyrir aftan Sælaug, rótið með þess að komið í single.
snirtilegt spray hérna og þá Dom einn eftir. Hann hins vegar búinn að teygja vel á rótitinu. Það 1 fragg sem að skilur af plantið. Missir af Vanger þannig inn í stáli þannig að Vanger ætti að heyra hann droppa eins og droppar Vanger pissuðan þannig sem að Terring geti að heyra og Finnur fyrsta fraggið. Þarf hérna stórt 3K. Rex kom með gott pláss en þarf að býða eftir backupinu. Verður að hafa rífraggið hana. Það kemur ekki til þess. Sækja vappan. Já, snirtilegt. 4-2 plant hjá Sögu hins vegar. Peningur þeirra svona allt í lagi en þetta annarkvort einhvers konar þetta ekki fullkaup allan á öllum. 4-5 og Dómsján hérna. Peningurinn vekaði svona að skríða saman eða spurning hvort Saga vilja hérna. Forsa, já, svarið. Hann nokkuð búinn að kaupa. Átusökuðan á Vanger. Þetta kemur ekkert svo sem að óvart að hann sé að pika þetta upp. Þetta ekki kaup, þetta hetju AK. Og nokkuð ætla þá lengilegast að taka bara Deiglu í næsta rándi í kaupinu hjá þeim. Sem svo sem ágætis allt í lagi að þú veist, pæling þannig sé. Geta tjöglað þeim en hann fær hérna naf í vegginn til að nýta sér. Það eins og að risastórt fyrir en við samt ekki að deyja sem. Má ekki falla hér en það frá því að gera gríðarlega vel. Klára að poppa inn, Rex bakvið, Spike og Vanger með autosótkunni þannig að spurning hvernig þessi tímasning bomban eins og var á ramp bæði. Já, Andi hátíð með hana væntanlega. Kemur svo sem ekki svakalega á vart en hérna Vissard komið. Já, það bara slökkt í honum vinnur. 18 högl, öll í fésið og þetta var svona besti sjensið þeirra inn í rándið. Það var plássið sem að Vissard búinn að finna úti. Andi, hann svo hátt. Hvað að gerast? Hvernig, en þeir reyndar, þú veist, get ekki vitað þeim text þetta sko. Smóka hérna rótitið og fara niður. Þar einn leikmaður sem býður eftir þeim. Það Deathcake með stóran M4 í höndunum. Tekur fyrsta, lifir mjög vel og tekur 2K. Næstu í 3K, Vanger stelur þessu. 5-2, Veka byrja vel hérna í CT. En hérna möguleikin fyrir Saga að koma aftur inn í þennan leik. Þurfa að taka hérna strax, kannski myndi ég segja 2 rándi viðbót. Ef verið hátíð að myndi droppa AK og Vissard og taka Deigluna á mig. Ég ekkert víst að Enok myndi sem bara leyfa það sko. Hann svo sérvitur með þetta sko. Hann hefur keypt AK-an í senast ámdi viljandi verið að Deigla hérna örgla sko. Þetta já, það áhugavert. Ég viðurkenni, það erfitt að eiga stjörnuleikmann sem svona. Hann búinn að droppa henni samt. Já. Hann gerði það. Þannig að vitlaus í mér. Hvað á seiði? Halló, 1, 2, 3. Þetta Saga? Ég væri til í að sjá Navi smóka inn í íþrótta og pansera inn gólfið. Takk! Svolítið sjá hvað hendi hérna, tóku pásu. Hvað alltaf að gera? Ég með spón með Deigluna, besta spónið. Spurning hvað hann ætlar að gera. Hann stefnir allavega eins og hann sé að fara í svona opnun. Og Silo. Silo. Það einn krossmókur. Spurningarnir koma langleiðina hérna en hérna að krossa alveg smóklaust, vilja bara taka fætin. Sörk tekur því fagnandi og Vírus líka. Það að spara double-zoomið og já, bara streifar inn í kúlurnar. Kemur ekki að sög, hvernig lifir hann þetta af, Jói? Ótrúlega. Ekki. Ekki til lengdar allavega, en opnurinn mjög góð hjá Veka hérna og Saga skríti map control Deathcake. Alvöru timing þarna. Dom spotta Vanger þarna. Hélt að Vanger væri búinn að spotta sig. Viktor komin í bak. Komin í bak, þetta vit, þetta enda. Rex komið Dom. Mollin góður. Viktor tekur minimal skada og Sörknir að fela sig á stað sem ekki endilega búist við honum. Hátíð allt í einu 1 á móti 2. Vel
geranlegt ránd en bomban liggur. Átti þarf að finna hana. Bomban líka þannig vippa hann smókar hana. Fyrir lætið, við það komum stálið. Og Rex, biggest advantage, klárlega nýtt þarna. Og Saga erfitt að krækja ránd hér. Já. Líka á að eiga frábæran sítjáleik. Já, Vega lítur bara mjög solid út hérna, mjög svona hérna stable hvernig þeir eru rótið til þessum mappið, þú veist, Deathcake fer alltaf niður bak við sílóið, Vírus er þá alltaf í backupinu með vappan og Vírus spilar vappan ofboðslega mikið, bara nákvæmlega hérna sem hún sér hann er rosalega mikið á þessu svæði algjörlega. Það er einn tekkur, Entry ekki að falla með þeim, Rex með 2, loksins koma frökk tilbaka og gólfið er fallið, 2 á lífi en köllum það bara 1, Vírus búinn að droppa þetta niður, mollanum kasta og lekur kannski niður en Deathcake, hann er búinn að rössa lobbyið, komin í bak, 7-2, lélegasta hendin í póker og þetta er ekki góð staða fyrir Saga. Já, Wizard var með Tech 9 þarna. Já, þetta er new look Wizard. Ótrúlega, en ég ætla að hrósa sérst Entryinu, hvernig hann bara gerði það rétt og hann bara fór inn út til hægri og er bara opnað hann, það hefði verið mjög cool að hann hefði náð killin á gæðan Tetris, það hefði snúið þessi rándi algjörlega upp á haus en 7-2 fyrir Vega hérna og þeir lúta bara mjög vel út, Saga búin að vera svolítið flatir en það finnst þeir allan leikinn. Já. Glæsilega grensur þarna hjá Vangur og Vírus. ADHD tók þarna væntanlega engan armor og sleppir einu framhjúsir. Nærna fyrsta, hvað er í gangi hér? Vangur, hann er alveg svo íspjörn á suðupólum þarna, á ekki heima út á miðju gólfi. Wizard, hann er vappi. Hann pekaði upp vappana með 3 risa killin í einhvern veginn sem ég veit ekki hvernig. Hann nósumar hann. Hvað er í gangi hérna? Wizard á vappanum. Ég sé tjantið koma. Hérna ætlaði bara að labba 3 saman. Ná að heyri tikkinu. Meira þess að droppaði ekki silent niður. Þetta flash hjálpar örlítið en maðurinn í bak, hann þarf að finna þetta frag, gerir það ekki og þar með er gólfið alveg galopið. Deathcake, 1 eftir, hásbreytt frá því að kræki Viktor handa en 7-3, en aftur á móti round sem að er ekki replicable fyrir Saga, þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þú horfir ekkert þetta bara á það, svona kláraði þetta bara, þú veist, þeir byrjuðu mjög illa, deyja þarna strax, Entry og annað og svo teka Wizard þarna vappan og tekur einhver 3 ótrúlega kill í rauninni í aðstöðunni sem þeir voru í og henni er hann að flassi fyrir segjast að killi sem er stórkostlegt, vinnur þetta round algjörlega þarna, við rauninni Saga með 3 round, 2 þeirra eru á bakinu á Wizard og hann sé nú bara með 6 killin sko. Sko, eitt sem að ég hef séð núna í Train og núna í Nuke í T-setinu, Saga hafa oft verið með þetta controlled chaos, þeir eru að runna sama hlutin aftur og aftur, mjög slípaðir. Núna er ekkert controlled, þetta er bara chaos. Já. Þeir þurfa eitthvað risastórt frá einhverju leikmanni, annars gerist ekki raskat. Þessi grensa verður góð. Tekur hérna 23 HP af Vangur. Og Rex finnur Viktor. M4-inn, 2 hauskot í röð til að krækja í það frag. Og ekki byrjar þetta vel í rándi númer 11 fyrir Saga. En ná að krossa hérna tiltölulega ódýrt. ADHD spottar hann út af Sörk, komsar það til Vírus. Bomban komst niður. Eitt smókur, einhver skítasmókur, en samt sem áður komast niður. ADHD tekur Vírus og aftur. Hvað er í gangi? Ok, já, einmitt. Viðbröðum Rex er hárrétt þarna. Æjæjæj. Aftur, nákvæmlega sama gerist í rándinu svona einhvern veginn mid-round að það er vappi úti hjá Saga sem að pikkar í sundur einhverju svona 2 leikmenn hjá Vega úr einhverju svona í einhverju friðhelgi, svona nær þeim svona bara randomly þannig sé og rándinu svona spærala niður hérna. 7-4, Saga konu með 2 ránd hérna í röð og peningurinn á Vega er
ég man hann ekki neitt, hann lélegur. Ég bara plottur með hvernig rándurinn múin að spilast að þeir ætti að vera bara í algjöru bobs vandamálum peningina. Spurningin hvort þeir náðu að klíra Vrex út. Er þetta rétt skili hjá mér núna? Við erum búin að horfa á 2 ránd. Það Vissard náttúrulega með þríkja á vappanum og kræti ránd. Núna var þetta, þeir fóru 4 út, 1 í lobby, underhanda smoke, skilja vappan eftir, hann 2 fríum fröggum og ránduðinni. Ja, þeir voru þarna bara í einhverjum svona kaos þarna úti með einnum og klettnum og ég sá ekki hvaða smókar voru með þarna úti. En já, þetta var mjög keimlíkt á rándið áðan, bara svona einhvern veginn í miðju rándinu gerðist eitthvað. Og það var ekki hægt að grípa það fyrir opsana því að þetta var svo skrítið hverjir fengu killin á hvaða tímpúti fannst mér í báðum rándunum. Svona skrappi fight út í garðinum og Saga svona búin að sína það í kvöld í þessum leik algjörlega að þeim líður mjög vel einmitt í einhverju svoleiðis svona bulli, eins og maður segir, bara og meikar svo sem alveg ágætlega sens með line-upið sko. Að þetta rifla dúo þeirra einmitt held ég allir 3 svona gæjar sem að fíla bara einmitt að geta sett bara hausinn undir svo og farið mjög aggro en geta svo líka spila í rauninni í kringum þá possu án þess að vera aggro með einhver svona lurki eða beiti. Þannig að fróðilegt að sjá þetta ránd fer, þegar 7-5 bara mjög fínt fyrir Saga. Þeir geta komið líka bara og tekið eins og pistolránd. Þeir náttúrulega tóku pistolránd í en töpuðu strax íkonu, þannig að Veka að fá miklu beðinni buffera í rándunum og Veka í rauninni að gera sér hlutina miklu auðveldar fyrir, vinna pistolinn, konvertið þeim og slíkt á meðan Saga tók pistolinn en konvertið þessu bara strax ekki og það tapránd í rauninni byggði þennan City-hálfleik hjá Veka því það var staðan var 7-2 sko. Þannig að Mýrus á diglunni kom í gennum Secreti tekur nokkuð skot, mögulega óverstandag, hárreitum tíma niðursamt, hann klár á klippuna og gerir smá skaða á vappan hinum megin. Krækir í smá jútil gerir sér stóran. Mozart fellur þetta fyrir Sörk með risastórt 2K. Nær að hverfa inn í viðbyggingun aftur eins og skugginn. Risastórt hjá Sörk fyrir og spyrir edge á smóknum og það virkar ekkert eðlilega vel. Takk frá Vanger. Já, Veka eru ofboðslega líklegir einhvern veginn í þessu skrappi kaupi að sigla. Middrandkollið að koma núna en það veldur rosalega mikið á Viktor úti. Það er ADHD fyrirgjöfu. Delcake með stórt fragg með MP9-unni, það engin nálagt honum. Ég stefnir hann haldinn inn Viktor, þá 1 eftir. En Vanger gjörsamlega slekkur í honum. Og það 8-4 í hálfleik. Já, Sörk toppfragga 13-6 og þarna mitt risa ránd, þessi 2-2 þarna kaupir Fama sinni mitt og lætur hann algjörlega virka. Þetta bara nákvæmlega sem við varst að tala eftir senasta leik. Þetta voru mikilvægur fröggin, 8-4 lítur miklu betur út, sérstaklega í ljósi þess að við erum að fara í T-setið, Veka fyrir að vinna pistona sín. Mjög fróðald pistur framöndan, Saga verða að taka og verða að konverta til að setja svona koma sér í einhvern veginn svona þægilega stöðu. Þeir náttúrulega líka þannig að þeir tapa leiknum og meðan að Veka má gefa þetta mapp til að tapa. Pressan öll á Saga og það rampurinn sem verður fyrir valinu hjá Veka. Dom á eftir að lenda í vesinu glæsilegu 2K samt. Deathcake loksins einu tilbaka en það Mozart að gjörsamlega rústa 2 þarna. Fróðilegt að vita hvort að Veka sé að renna þetta pistol áður því að Saga voru með counter bara, basically. Uspan tók kontakt viljandi, þú veist, Dom tók svolítið risk í possu. Hann spottar rampinn, tekur 1 skot og fer svo ekki einu sinni alveg niður, hann tekur annað skot að því hann veit að Grenan mun lenda. Það kom Grenan og Molly sem reyndar geigaði, hann náði ekki alla leið, en flott ránd til Saga og mikilvægt lifa 4, þú veist, og líka það alltaf gaman, einmitt þetta var rít, af rítið það svo geðveikt þegar þú tekur einmitt bara þetta er rándið okkar, við ekki heldur að gera þetta og það virkar bara einmitt svona, það bara 4 kill og bara búm, rándið unnið. Það mjög mikið pepp. Þannig að fróðilegt að vita hvort þeir hafi tjekkað þessu. Já, Saga, það nákvæmlega sem þeir þurfa pepp. Já. Og það myndi hjálpa að fá 1 glokkuspar í fésið sem nákvæmlega það sem að fara að gerast núna. Það ætti ekki mikið að koma úr þessu. Já, þessi greinlega geggjuð. Deglan grenu strax niður í 28. Já, fyrir að deila þessari deglu. Þetta er bara kommunudegla núna.
Þykla til að deila. En já, það er ekki búið að skjóta úr henni akkurat núna. ADHD, hann er bara að spila Scout Knives hérna. Það er endalaust á skotum. Þetta flass. ADHD fallin, Diglan. Hún er hættuleg. Ef þetta virkar, Jóhann. Þeir eru samt að gera þetta ofbóðslega skemmtilega. Glokkurnar eru að beita þetta er ekki bara Diglan úti að glokkurnar eru að hoppa í kring, beita angul. Sörk rétt mist á. Amos að spotta hann bara á dörðlar sér burtu. Já. Smókur fyrir terfibingu. Vá, þetta er eiginlega risa smók. Hvort þeir ætli að fara í gegn. Moses þrættur að þessi konið framhjá. Þeir náttúrulega vita. Það nær. Þetta er 3K. Þú veist, þetta eru 3 fallnir hana. Dóm blessunulega séð með full armor, þannig að lítil hætta þarna. Mjög fínt round chance á Veka. Það tekur bara eina diglu og ná 3 killum. Það er risastórt, þannig hérna er full kaup og Saga er í rauninni í miklum vandræðum peningalega séð. Sko hérna og í rauninni það sem þetta gerir veldu líka er sem þó að Saga vinni þetta round. Ef þeir vinna til dæmis með 1 á lífi, þá er peningurinn þeirra ennþá verri og Veka gætu þannig séð forsað aftur og setta á ennþá meiri kleinu hérna. Það er búið að rétta þeim skófluna og þeir eru byrjar að grafa. Veka henda klassíska vegnum bara. Rax, eftir hluturkunni hérna ætlar að fara fram fyrir smókana. Það er ekki að hleypa neinum nálægt smókunum og ef einhver ætlar að lörka inn í íþrótta til að kíkja, þá ætti hann að fá favorable fight. Wizard sjáum þetta samt á móti Kano, hann er mjög til í að taka þessa fæta. Hann er það. Sörk í millitíðinni inn í gulahúsinu, þessi grensa verið geggjuð. Sörk fer inn í hana og missir minna HP, ætlar að taka fætina á móti Viktor, en í millitíðinni þá eru 3 að skeila úti, ADHD bara á scout. Getur ekki gert rosalega mikið, fellur hér fyrir Rex, nær bara takkinu. Sörk fær þá sitt leyfi til að múa áfram, en Mozart er að gera skaða. 2 hjá Veka, mjög lójarna. Algjörlega verið að samloka inn í sætið, Domnar að leysa smá pressu. Hverfið samt aftur á rampin. Næsti fight skiptir öllu máli. Domnar Rex, 2 á móti 3, ennþá góður séns þetta fyrir Veka til að krækja. Wizard er í vendinu sem bomban droppar, þannig að Saga ættu að taka þetta enn round. Hérna hins vegar risastórt að lifa, allir 3. Hvert kill hjá Sörk er risastórt fyrir framhaldið. Já, mjög stórt fyrir Saga hérna, þá er Viktor með þess á 6-2, þannig að hann getur með þess að kipta hann þegar að droppa ADHD, getur droppa vappanum, Viktor getur gert það. Einstak upp í koltin. Má taka sjáta á leikmenn sem mæta í treyju í kam. Þetta er value. Dom mættur í treyjuna. Já, hann acknowledge það. Heyrði. 8-7. Saga í CT, búin að vinna 3 round í röð hérna og byrjaði að byggja upp vörnina. Það var deiglu round hérna hjá Veka og hérna er svona roundi sem að Veka taka þetta round til dæmis svona leiðilegt og gætu farið að hérna setja sögum. Ef Saga taka þetta round þá er komin að jafna leikinn, er í CT og ættu þá að vera orðni favorite. Wizard tekur hann Rex. Það eru 5 leikmennir á serverinum með Nick sem byrja á vaff eða 2-fallaf. Já. Það var að pæla þessu núna. Já. Mozart þegar þú snýrið þessu við. Mozart snýrið emminu við. Þú veitur ekki það líka. Dom ætti að fá, fær ekkert. Þetta er dýrt. AK komin í hendnar á þeim. Já, þeir eiga alveg niðri. Viktor er að nær doppulirna. Þetta er killi. Og nær þeim þarna hársbreytt frá 3K-inu. En þá er bara tekið killið. Sörk einn eftir, opnandi doppul. Bomban fer niður. Taka 2 á mótunum þarna. Fínt að þetta Veka, þetta var spar þannig síðan á plantinu og gat farið að virkilega slæman veg þannig að Dom nær engum á rampinum. Óvanlegt á honum. 8-8.
ég vildi ekki hrifin að þessari possu líka að standa upp á kassunum sérstaklega í CS2 að taka móti í píkisutendið. Þetta er bara galið hvað þetta er erfitt. Já. Þetta er ekki eins og gömlu góðu tímandir í 1.6 þar sem maður gætt alveg tekið á móti einum, jafnvel tveim þarna. Já, CSGO. Sjáum hvað Vega að púla hérna út. 8-8, hérna ættir að koma með góða strappið. Navívegur. Hvað gera þið með því? Það eru 2 til og það er líka Lobby control, Virus 1 að halda því þurfa að gefa lobbyið leið. Já, Frex mjög fljóti viðbröð þegar hann heyri lobby control og er komin hérna í mjög góða possu. Mozart eins og veit af þessu þetta getur verið séns og hérna er óþægilegt fyrir CT að postjóra sig. Vanger komið dóm, þetta ætti að vera round númer 9 fyrir Vega. Deathkick finnur Viktor, reyndar fellur en þá engages Rex. Vissart liggur í valnum, Mozart og ADHD eru langt frá. Mozart kemur í bakvissulega upp stigan en Rex heilsar dauðanum eins og vini sínum. Alveg til í að taka, já, ég er mjög hrifinn af það, einmitt þetta, bara skilningurinn. Já. Ég þarf að taka pláss þarna. Já, mjög vel gert hjá honum, hann er í rauninni algjörlega setju þetta þannig að býta nú við hins vegar. Nei. Já, eins og margir muna eftir þá... Hann reynir í þetta og hann mun fá mjög mikið sjens í þetta. Spurningin er hvort núllið á molla. Já. Spreyið, það er ekki eins og Rex sem að fellir hann, sko. Og nær tveimarna með bombunni sem að, já, ef ekki takið þetta sem ákveðinu sigur. Jú, það er alveg eitthvað, sko, algjörlega því hérna eru kaup og Vega þurfa að ríkaupa hérna, en hérna er risastórt ránd að fara af stað. Bæði liðin eru að kaupa sér niður í svo tilgert 0, Vanger með 3K á bakinu, restin er í 100 köllunum, Virus enda með 250, það er aðeins betra á Vega. Þú erum við að segja upp á sigurinn í mappinu. Þetta er allan að... Langleiðin. Já, sérst, Vega langleiðina og Saga vinnur þetta ránd, það er þetta langleiðina með að fara með til dæmis eins og OT. Já, ADHD risa entry, Deathkick. Þetta var rosalega glæpsamlegt þarna að reyna að kíkja upp á kassanum. Já, með engu flass einhvern veginn. ADHD. Vanger reynir í þetta. Já, vilja jafna leikinn hérna. Sprengja smókin, æða í gegn. MP9 gerir skaða, hleypur niður, 100 HP ennþá. Rótið komið, ADHD á vappanum. Nær línunni, enginn að fara að sækja í hann. Mozart með Vanger í þokkabót. Þetta ránd er að renna út í sandinn. Já, hérna er spurning hvort að Dom og Viktor fóðu séns hvort þeir náðu þess að stað með MP9-nar. Það er ekki killinu. Það er ekki killinu eftir ennþá fyrsta. Nær fyrsta, nær öðrum. Senast er Lár, gæti fengið 3K hér til að innsigla en Virus nær einu tilbaka. Viktor með MP9-na og þetta ránd hefði getað verið miklu betra fyrir Vega en gefa frá sér mjög óþægileg opnunafrang. Já, algjörlega. Deathkick opnunin er rosalega cheap, bara eins og þú segir, hoppar hann upp og ADHD tekur eitt af öldum skotana sem hann tekið langa tíma. Þeir eru hérna að kaupa sér niður í einhverja upphæð eins og maður segir, þeir eru þannig loose bonus að því næsta rándi mun vera full kaup. Eru samt hérna með ágæti stöff og það er inniröss, það er spurning, það kemur Molly inn í gula flask. Störblindur nærstand Viktor á þinn hliðina, ennþá einn leikmaður upp í heaven en einn búinn að droppa niður. Þeir eru ekki konum með eitt pláss frítt og þetta er alveg búið að renna í sandinn. Jep. Fórna einum leikmanninum. Algjörlega innirössið þannig að komast inn en Saga ná að stoppa blæðinguna og missa ekki sætin þó þeir ná ekki að halda initial rushinu sem næradóttum gula og eini innigænirunni deyr en Saga fljótir einmitt í backupi, droppa niður, taka killin strax. 10-9, hérna erum við einmitt komnir í risastórt ránd. Saga eru nú favored hérna í CD-sætinu, búin að líta frábúl, bara búin að tapa einu rándi. Inn á það er í rauninni bara eitt ránd sem Vega með. Algjörlega. Það var þegar að
einhvern veginn allt gekk upp hjá þeim. Fengu, bara frýtt. Þetta var þegar þeir pussuðu inn í lobbyið, gáfu frá sér heavenið og þeir náðu að samloka inni. En þeir eru ekki að bjóða upp á það akkurat núna. Hérna, eiginlega vita, Viktor. Deathcake finnur opnun, þetta. Viktor á alveg að vita að þeir geta verið búin að gera þetta þessum tíma í rándinu. Það leit bara mjög mikið þannig út eins og þetta væri útismók að labba niður fyrir útíka en að sjá þarna. Eitthvað miskomst þarna á... Virus lætur vita þarna vel af sér en þeir að leita á rampinum. Vita af einum upp í kattokkinu. Láta vita svo rampinum, Sörk að streyða hann ekki henni smókin, ekkert ríf. Jú, Virus, hann har drægt fætinn á móti Wizard. Wizard. Eldramarinn sjálfur. Rex með glæsileg dúkið þarna! Þeir vita að Wizard var á rampinum og núna eru þau komnir niður með bombuna. Rex að búa til ránd og næri þríkið sitt verðskulda þarna. Risa þríkið þarna einmitt í rándi sem að leit svona út eins og Saga væri einhvern veginn að ná því þrátt fyrir endrið þarna en 10-10 veka í sparið og Rex búinn að vera mjög flottur í þessum leik. Já. Þessi 2 rándi þær eru eiginlega bara á honum bæði sérst allan eins og þetta þó hann vinni ekki rándi með playin á hann þannig gerir það tekur svo mikið af map-kontróli þar að það endar á því að vera sem vinnur rándi fyrir það þeir ná hann í bakkatti í fyrir rándinu og þannig tekur hann 3 risa frögg þannig í miðju rándinu í 3v3 tekur alla sem eftir eru og endar rándið með 3 á lífi og þá peningurinn þægilegri fyrir það og þurfa launin að droppa á meðan að peningurinn hjá Veka Saga hérna þannig að þeir eru að kaupa sig niður í einhvers konar upphæð hérna þeir ætla að kaupa næsta rándi aftur 10-10 Þetta bara nákvæmlega eins og Train bæði liðin gífurlega jöfn. Já. Veka útkaup á þeim, engi vappi á Virus, Scout á ADHD og Diglur og einn M4 á Wizard að sjálfsögðu leikmanni sem ætti að vera með þetta vopn í höndunum og hérna ætlar Mozart að sækja. En Rex með puttan á púlsinum hérna, Mozart ekki sáttur. Þeir eru alveg tilbúinir í þetta play einhvern veginn, counteruðu þetta push sem kemur þetta með mikið af flössum í backup. Og Veka pollrólegir, hárrétt hjá þeim, ættu að vita að þeir eru uppi á móti einhvers konar svona skrítnu kaupi. Með því hversu rosalega hægt þeir eru að gera þá held ég að þeir haldið frekar að þeir séu force, sérst alveg force. Já. Dom nær hérna. Gæti fengið tík í hauskot hérna en tíklað af Deathcake. Spotta hann Dom hverfur frá þessari línu. Tekur ákvörðin að stakka veintalega inni með vinnu sínum. Algjörlega. Og það virðist vera rétt rít. Þetta er einn í vendinu. Viktor er bak við sílóið. Viktor, Dom finnur einnum það upp í hefninu. Sörk komið Dom tilbaka. Og þá er Viktor í vesinni. Gerir þarna góðan skaða. Scoutinn. Wizard komur í föndið eins og bellibrandur þarna. Þetta round finnst algjörlega á þessu manni hér. Það er töframaðurinn sjálfur sem galdrar 11. roundi fyrir Saga. Risastórt kemur þarna upp úr vendinu held ég, tekur fyrstu 2 með koltunum og svo 2 öspkill lókin og seinasta killið er alvöru. Hann bara rétt kíkir í hann og hettar hann leið 11-10 og Saga vinna þetta og Wizard var og þetta var ekki einu svona þómum með koltin, hann kaupir hann bara því hann á svona mikið pening. Þannig að hann er ekki einu svona í einhverju hetju kaupi þannig séð að þú veist íta sér neðar en aðrir, hann tekur bara með kaup með liðinu. Allir í $1300 cirka. Já. Vappin komin til ADHD. Virus hinum með einn á nei, það er Vangar fyrir ekki sem er á skátinum og það er náttúrulega að reyna að rétti geta vappa playið sitt í Train. Það gekk ekki upp. Sörk er hérna að labba í gegnum smók inni, að lörka smók og nær killi en Mozart treytar það hins vegar leið. Þannig að þeir eru þá allir 3 hérna út í baku rauðarminn og ADHD tekur kill. Þetta lítur vel út fyrir Saga. ADHD nær að spotta einn. Rex með litla skotið gerir þetta aðeins geranlegra en hérna þurfa þeir að fara saman og nýta þetta tækifæri sem ADHD gaf þeim. Dom komin í góða stöðu niðri. Rampurinn, já hann er gefinn en þeir
ætla ekki að fara þangað. Hræddur Heaven, einn leikmaður þar að valda það. Dom passa sig gríðarlega mikið að gera ekki hljóð. Skiljanlega með samt skrítið hann sé ekki uppi, en gætu labbað í Dumbledore. Þetta er besta staðan fyrir Rex að finna Dom. Þetta er fight sem er þægilegur. Bíður átekta. Af hverju er Dom samt ekki að horfa á hurðina fyrst? Af því að og finnur frakkið, 2-2 akkurat núna. Bomban fer niður, það er ein grensa á Deathkick og fullt belti á Rex. Þarf að nýta það og gerir það. Hendir molla inn í single, báðir þar. Deathkick gæti nýtt þennan tíma til að koma sér í góða stöðu. En tíminn er að tifa. Deathkick kemst upp og Rex fer í hotni. Þeir eiga molla. Þeir mollan út. Hann á 10. Mozart er hins vegar, við vitum að báða. Og þetta round algjörlega á Rex með stórfenglegt play þarna og klára roundið með Deathkick. Þetta er nákvæmlega eins og ekki að spila þetta City-side. Nei, Rex er búinn að eiga hérna öll þrjú roundin á veka er hann búinn að vera risastór partur í. Já. Þarna, og þetta og ég átta mig ekki alveg á eitthvað Dom horfa frekar til hægri því að hurðinir eru lokaðar og gluggarnir eru ástrengdir. Ég veit ekki hvort þeir opnuðu doppul. Hann leit svona þannig út. Hann allt í hennu shiftaði sér og hélt þessu mjög örugglega. Braut gluggan haldi? Eða opnaði doppul? Nei, hann braut nefnilega ekki gluggana. Ég sá það í seinna í ríktekinu með að það var ekki caseið. Ok, þarna að lesa peningin villist út af jöfnuna á peninginum. En þarna, það skiptir ekki máli. Það Vanger og Vírus með túkjandi tilbaka. Opna rampin. Gætu tekið ákvörðun, farið hvert þau vilja, en þeir fara hér í stakk 2 niðri. Og það Vanger sem fallinn. Vírus gæti fallið fyrir grensunni, gera það ekki. Lár 11 HP á honum. Og hurðin grenast. Já, þetta gæti verið. Og Viktor mættur þarna í singuli, þannig að þeir eru með að algjörlega boxa það inn á sætin. Viktor opnar hurðina. Það þarf ekki mikið til hér. Þeir átta sig í rauninni ekki. Jú, þeir fatta það núna, en Vírus. Smokinn búinn að feita. Þetta er ómöguleg staða. Hvað er leikmaður númer 4? Hann er í lobbyinu. Hún var að búast við mögulega. Já, ég held ekki að lappa upp rampin, en Viktor með þannig possu, hann í rauninni búinn að halda þeim læstum hérna megin og þarna kill Rex. Hvað á seiði? Vírus með ekkert HP nær einu tilbaka en Mozart með glæsilegt pick. Þetta hefði geta verið algjörlega hræðilegt fyrir sögu hér en taka rándið tilbaka hún. Hérna held ég að Vega hafa verið að lesa þeir hafa engan pening, ekki neitt pening. Já, þeir hafa gert það þannig, þeir hafa haldið að kaupið áðan hafi verið fors niður í 0 í rauninni eins og ég sagði þeir litu út í rándið eins og þeir voru að gera. Sérstaklega er þessi á viðstætt svo með koltin annars sko. Þannig að þeir með held að það væri miklu minni peningur en aftur á móti labba í vappan og rampnum, treyta það svo niður og geti 3-3 en Saga voru komnir í flotta possu niður, Mozart næði þarna góðu killi strax á hann fyrir með gluggan og 12-11 en peningurinn hjá báðum liðum mjög sérstakur. Það Galil, það Autoshotgun, það MP9, það Mac-10, það eru AK-ar og það eru Koltar. Það alls konar byssur í gangi hérna og þessi grena og þetta spam. Vissard finnur líklegast mikilvægasta leikmanninn hjá Vega. Og hann næra reloada fyrir næsta sprayið. Trakkar á gegnum smókinn. En maður myndi ekki vita betur þá var þetta rosalega shaky. En já, og bomban liggur með Tuxedo í höndunum. Vá, maður að gera góðan skada á Vírus líka. Þetta map búið. Herðu, hann næra dyngin á hann og lifir. En það Vissard risastór og Viktor á sætum þannig að þeir ættu að vera Vissard sækir hann að kill Deathkick 1 eftir 100 HP, hleypur út með hundan, býst ekki Viktor hérna. Já, við erum nú að hafa svona smá ynglingum að geta verið ofan við þessi. 1 fyrir ofan og þar höfum við það 13-11. Það OT og það 13-11, við tölum jafnan leik, við höfum alltaf rétt fyrir okkur. Já, það bara nákvæmlega þannig. Aftur, minnst leiðilegt að endurtaka það sama, en þetta var rosalega skrappi en skemmtilegu leikur af Counter-Strike. Já, þetta mjög, leikurinn búinn að vera mjög svona skrappi. Saga ítónum í það svolítið í dag, búinn að vera svolítið svona
mikið kaos hjá þeim og hérna treyst á það og það hafi virkað fyrir þá ágætlega og búin að vera mjög skemmtilegi 2 leikir hérna og við fáum núna 3. mappi Dust 2 það getur verið algjör banger líka. Ef við pælum aðeins í T-setinu til dæmis hjá Saga, þetta eins og ég sagði í svona miðju T-setinu einhvern veginn, þetta Controlled Chaos, það var bara ekkert það, þeir voru bara að reyna að íta sér einhvern veginn inn á sætin með bara eitthvað í höndunum. Já, við fórum unnur rándirna úti í svona skrýtnum treytum og bæði liðin í dag er búin að vera með góða City-hálfleika bara báðum megin, í báðum uppunum, sterka City-hálfleika sem er tekið svona bunga af rándum, 4, 5, 6 ránd á lið. Ég meina Terra-hálfleikarnir hafa verið mjög svona skrappi og bara einhvern veginn svona ekkert komið neitt mjög mikið af svona einhverjum svaka playum eða þannig miklu, þetta er meira svona bara einmitt mjög puggy og svona íslenskt myndi ég að segja í augnablikinu. Puggy og íslenskt, það er nákvæmlega þannig Puggy og íslenskt Rex, það er gaur sem að bara var að halda á vika. Já, mjög góður í svona leik, mjög stór rándinu millum sem sögum hann, þeir 13-11, þeir vinna 3 ránd í Terra, hann vinnur þau 3 eiginlega, eitt hann vinnur eitthvað sem ekkert með einhverju play, hann tekur bara mikið map-kontroll þar og gerir mjög vel en í hýrum 2 rándunum vinnur þeim bara með byssunni sinni, eitt síns liðs eiginlega, tekur 3 killarni í einu rándinu og risa tímapunktu 3v3 og svo næsta rándi eftir tekur hann aftur risa hann niður í þegar hann drepur Dom baka kassan, það er risa stórt, en ekki nóg fyrir þá þarna, Saga ná að klára þetta, þannig að Saga ná að klára þetta, þú ert ennþá á sögulegstinni, ég er á vekalestinni, við erum að fara í úrslita map en þá förum við í eitt elsta Counter-Strike map sem að til það er Dust 2 en fyrst nokkur auglýsingar. Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi. Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð.
Velkomin aftur, það er 1-1 í seríunni, kemur svo sem ekki á óvart en það sem kemur svo sannlega á óvart er allt swagið sem við fara að gefa 30. og 1. mæ. Það er á laugardaginn, Jói. Og við erum að fara að gefa þetta til annarsætis, þetta til fyrsta sætis, kassa þessu, Red Bull Awards-sjóið, við erum að velja það, mjólkurbað, skjár, skins, Red Bull. Allt þetta klassiska bara. Yfir 150.000 krónur í vinning allavega. Og já, skins eins og talar Ég hafa búin að sjá einhver degluskinn og eitthvað. 5 degluskinn, það er AK, það er bara eitt af þessu klassiska Vappi. Vappi, AK, ættallan, Vappi, M4, AK, degla. Já, Uspa, kannski, ég veit það ekki. En Dust 2, ok, ég sagði það, elsta mappi í Counter-Strike, margir íhuga af hverju það er ennþá í mappólinu, en af hverju er það í mappólinu? Þetta er náttúrulega bara yfir alltaf virkað og þeir sem eru búin að breyta því töluvert með litlum hlutum. Þú veist eins og þessi kassi til að hoppa upp á shortið, hann breytir algjörlega hvernig í rauninni dýnamíkin í kringum sætin virkar. Þeir hafa svolítið verið að gera þetta við möppin, mirratsfærinan back í midd og þeir svona skipta aðeins, breyka mappa við þessum stöðum, breyta svona litlum hlutum í möppum sem hafa verið lengi af því að það er ástæða fyrir þau virka í rauninni. Sko, það er smá formúla bak við að gera counter sem virkar í competitive. Það þurfa að vera vissir svona einhvern veginn tímasendingin á rotatunum þarf að vera á vissan hátt til þess að það virki alltaf áfram. Þannig að Dust 2 hefur alltaf möguleika náði að bjóða upp á algjöra bengan. Þetta er mjög puggy map og svona var alltaf teased og býður upp á hraða því að það er svona þetta er 3 leina map og það eru klippingar í gegnum allt í rauninni neðra á shortið, þannig að þetta er alveg bara svona klippist allt í sundur og getur mjög mikið klippt rotate, spila hratt og þannig að þetta verður skemmtilegt. Bara nokkra sekundur í leikinn, skiptir mögulega tugum, ætlar að halda þér á sögu hérna í kvöld að sigra. Já, þetta spilast alltaf eins og ég held að þetta vera jafnleikur og bara treysti því að þeir komi hérna í kvöld og taki Dustið, senast mappið. Við erum að sjálfsögða að fara í hnífarándi hér því að þetta er 3. mappi í seríunni. Enginn fara að velja sæt nema hann sigri hnífa og þetta skiptir það svona ílega minnst já, í þessu mappi. Þetta er ábyggilega það mapp sem skiptir minnsta máli. Já, það er þannig sko. Þetta er mappi sem bara svona getur spila góðan síti hálfleik þannig séð og rakkaðinn en terrið yfirleitt svona þannig sætið. Þannig að það voru gaman að sjá hvaða liðin velja hérna og hvernig það fer. Ég sá ekki eins og hver vann hnífana. Ég actually sá það ekki heldur. Jú, Veka vann þá. Það skipti mig það litlu máli í Dust 2. Og þeir ætti að velja CT. Já. Ég sagt að yfirleitt byrjar á CT og hérna allan hefur möguleginn terð það er auðveldara þar að forsa að þú ert í vandræðum og sér hversu mikinn buffer þú þarft hvað þú ert að vinna mikið að rándum. Ég er að fá að staðfesta í eira líka að já, Veka vann hnífa og já, það er bara, kemur svo sem engum óvart að þeir velji CT. Já, fróðilegt þess að myndi halda það verið þannig en það er aldrei að vita þessu. Þetta er svona mjög mismundi hvernig menn vilja gera þetta í þessu mappi. Þú getur vilja verið að setja eitthvað pace í terror og þannig en voru fróðilegt að sjá hvernig liðin spilda hérna. Allir spilast þetta núna þannig að það er long control í tekið mikið en svo er líka verið að skipta svo mikið upp í þetta short mid-pussið er mun opnara núna þegar það var klippt anguli í mid en hérna og svo B-bómsætin alltaf náttúrulega erfiðasti bómsætin til að ríteka þannig að þú tekur hann að þá ertu geta haldið honum þó nokkuð auðveldlega og klára rándin og oft sem að gerist hann í þessu að þegar terratinn á snowballa þá verður ofta að taka mitt bara B-bómsætin endalaust og halda honum alltaf sko. Eitt sem ég langar að spyrja samt áður en að við höldum í leikinn og það er, já, nokkra sekundur í hann. Hverjir eru svona leikmennirnir sem þurfa að stíga upp og þá sérstaklega í Dust 2 til að landa sigri fyrir sín lið? Það er alltaf vappi sko og hérna höfum við algjörlega mögulegan að sjá doppelvappa á báðum liðunum í rauninni. Þá myndi það vera Mozart hjá hérna sögu sem myndi taka hann líka og Deathkick hefur vilt vera secondary vappa hjá hérna Veka. Þannig að við getum alveg þessi doppelvappa en vappanir eru mjög mikilvægir, vappanir geta verið það misjant hverjar eru, svona oftast eru þeir á bíl svona A-akkir svona milli, rótut á milli en geta líka verið í middinu og eins líka shortinu, taka play þar, alls konar vappin ætti að vera færanlegur og hérna báðir þessi vappar mjög vann alltaf spilað báðir tiltölulega fræði fyrir að vera comfortable í Dust 2, þannig að við fáum líklega mjög fínan fight hérna á milli vappana og svo er þetta bara á rifflónum í rauninni svona entry frækar en ef hann er heitur í öðru liðinu þá getur hann snowballa mjög mikið og hérna rólt að sjá. Eitt sem ég langar að benda sérstaklega út af því að ég spila þessa stöðu sjálfur, það eru akkerisleikmennir, sérstaklega sem er að spila B-sætin Dom og þá Deathkick, sumir spila þetta sjálfsögðu spawn-based, en að halda þessu B-sæti, er það ekki bara höfuð bara mapsins?
Það þannig mjög mikilvægt að vera með gott B-akkeri því að þú veist, það kemur ekki endilega mikið þangað, þú veist, það ekki enda þar í rauninni alltaf, því það líka hægt, því bombsettin líka þannig, það ekkert alltaf erfitt að halda, því þetta bara einn endur þarna, og nærða að stoppa mitt, þá getur þú bara tjókað endur sinu og mikið af mitt svona multikillum koma þar, en aftur á móti ef þeir ná að slíta þér og halda þér uppteknum, dreina stöffið, þá getur oft lent í miklu vandræðum, sérstaklega á mittið deg. Sörk byrjar á eldi enn og aftur í pistonondunum. Hann með svo clean aim. Rosalega góður á öspunni, hann verður að gjóna það. Verða að viðurkenna að þetta var skemmtilegt trigger-disciplín hjá Deathkick að bíða eftir mögulega leikmennu nr. 2 en hann klárar þetta lurk út Dom og Wizard með 1 tilbaka sitt hvor og þá er þetta 3-3 bombar komandinu shortið Sörk heldur áfram robot aiminu sínu kemur ekki óvart að Wizard skipti í uspuna því að hann bara svona leikmaður hann hittir í haus. Já, það hérna í þá, þeir eru allir á shortinu með bombuna. Það er spurning hvort hann ná eitthvað einangra fætana. Þetta er risa skot. Kíkir hann báðir í hann. Nei, nú er þetta að fara til fjanda sem Deathkick beilar það út þarna. Þetta var uppskrift af einhverju stórfenglegu hjá Wizard. Algjörlega á skrýting þegar hann tók fyrstu 2 skotin svo rólega. Þú veist, hann svona alveg skaut þeim, þú veist, hettaði það bara, svo tekur hann að spamma í seinast á Deathkick þegar Deathkick með dúllurnar, þannig að skrýta hann að hann vanur mitt að vera svolítið rólegur með öll skoti sín, taka sér tíma nýður þarna og ég held að hann væri að fara að taka þetta eftir hann tók seinna skotið þarna og átti fætin eftir hann Deathkick, en Deathkick gerir vel þarna þeir hins vegar ætla að rössa og ná endrið er risa smókin í hurðinni lendir hérna af hins vegar Vanger með þessa fyrstu nær að reloada hana örlítið en já, Mostati kom með þetta í 1-on-1 Deathkick aftur, 1 eftir feikar hana plantið beita feiki kemur heyrir droppið, smókur í hurðina Deathkick getur nýtt þetta til að kíkja í gluggan, sér hana í hann og spilar þetta bara vel þetta er nákvæmlega það sem við viljum fá frá supportspilarnum okkar. Já, en þarna vantar frá Saga þeirri rössabíð að þessu fleiri flöss að því að Vanger, hann með shotgunni og það er gott hljómsveit, hann á að grípa flass. Já. Hann á að fá 1 flass í grímuna þegar hann er eina verandi fyrir fram á smókin. Var það 1 flass eða? 1, ekki mjög, 1 eða 2, valla, þú átti að heyra allavega svona 4 rigna og þannig 1 endri og svo flössuna rigna yfir og þá, þú veist, það er farið í gegn, hann alltaf nær fyrsta hverjum strax með headshotinu með shotgun og svo taggar næsta til að stoppa rössið. Þetta er risa hjá Vanger þarna með hárrétta byssu í þetta. Grensa utilið upp á 10,5 hingað til hjá Vega. Saga eiga líka að vita eiginlega af þessari shotgun af því að þeir vita Vanger er típiskur í að taka hana og þú veist þannig að og það er hérna þannig að Vega er að spila þetta var questionable. Þetta er nákvæmlega það sem þessi leikmaður getur gert. Sýndi það í pistonondinu, leitar að 3. fragginu en bregst bólistinn á því. Deathkick heldur lífi, nær öðru fraggi, róteti komið. Er hann að gera rándið fyrir þá? En ATHT, hann er í bak eins og svo oft áður en nær ekki fröggunum sínum. Vanger þarf að skipta hérna yfir í pistolið. Hvar er Sörk? Hann er kominn. Þá er bara Viktor eftir Wizard bjó til þennan séns. En það er Viktor sem þarf að stikla honum heim. Nær fyrsta. Sörk 1 eftir, bomban ekki komin niður. Sörk býður. Já, nákvæmlega það sem hann vill hann. Nægur tími, 35 sekundir. Sörk lúrir í smóknum, komin yfir á longið. En í millitíðinni Viktor komin inn á shortið. Þarf að hoppa upp á bílinn. Rétt sér hann þarna, exita. Og þannig Sörk óviss. Viktor, ok, ég held að Viktor myndi kíkja sýti í fætin. Þar lítið HP hann sleppir því, þannig að hann næri að krossa líklegast, en nei reyndar verður Sörk að horfa, það er bara að snertan. Næri því ekki, þannig að hann er bombunni niður. Bombunni niður hérna, og Sörk, hann er komin langleiðina upp að hurðinni. Ekki búinn að fylgjast með krossinum alveg 100%, en hann ætti að gera sér huglynd það að hann væri einhvers staðar hægra megin. Og það er Sörk sem að krækir í þetta. Viktor ekki ánægður með þetta. En eitt sem ég langar að benda á,
sko, Vírus, hann opnar þetta. Þeir ætla að pússa shortið, sjá Deigluna skjóta, Vírus stendur og Deathkick hoppa niður. Já. ASAP. Mjög spes, en Deigluna þarna syngja hjá Saga, en þeir náðu ekki bombunni niður þarna í middiltíðinu og Deathkick mitt gerir vel með MP9 að lífa niður í sítíðinu og AT-AT kemur í flanki með glokkuna, hefði viljað verið með allar aðrar byssur þegar hann miðar að náða í endalaust langan tíma sko. En Saga Borgar fyrir það hér, takk á Deathkick. komast tveir í neðra og það er í rauninni ekki spottað og þeir eru búin að klíða lokk. Geta núna bara restina leikmönnum delayað og Vírus kemur í bak. AT-AT búin að klára Deathkick núna. En núna er Vírus að hugsa sér gott til klóðarinnar að fá frían vappa og grænda pening á þessari MP9. Sællvinur, hann vill hnífinn. Já, spurningin hvort að það breyti einhverju. Kom með vappa, smókar hann út. Viktor sleppur frí. Þetta er mjög sniðugt play hjá Viktor. Hann er það eftir í þannig í bak. Rex er einn á sæt, droppa niður. Veit ekki leikmannum í bak. Þetta var algjörlega masterclass í að taka possur. Já. Skiptir þarna mikið væri possu heldur en neðra. Algjörlega. Nýfurinn hjá Vírus. Setur hann samt bara í 2 og 9. Já. Það er engan pening nema á Sörk sem var hann rándið á undan. Þannig að Saga hérna geta komið sér inn í þetta aftur. Eiga að grænda hérna nokkur ránd í tær. Fróðarsjákunni þetta ránd fer Sörk. Kaupi sér miklu armor. AT-AT finnst það ekki leiðilegt að kíkja í Double Doors. Vangar reyna að cosplaya sem Furious. Viktor gæti verið í visni hérna en kom með mjög gott backup frá vinnu sínum. Deathkick næri einum og spotta bombuna. Það er orðið fámennt þarna vekamegin í lífinu og Deathkick nær að hverfa í burtu. Skátin eins og að búin að kíkja. Þetta skot varð að hitta. Þetta var sitjandi öndin sem maður segir. Já. AT-AT með bombuna. Sörk komin í bakið í gennum longið. Bomban er först! Nei, bomban komst upp á. Þeir droppuðu henni einhvert. Vá. AT-AT náðu að droppa bombinu upp á gæjan. Já, hann vildi ekki gera með þessa bombu. Jæja. Það munaði mjög mikilvægt því hann hefði verið fastur mitt í neðra og Sörk á flankinu en Saga virðast vera að púsla þessu saman. Hins vegar er AT-AT inn á B með vappan þegar bomban er að teka niður. Þetta er AT-AT-leg staða. Já. Vangar kom með upgrade í AK. Og Wizard að leita af Sörk. Ætti hann á að halda þessum AK. 3-2 hérna og sko peningurinn á VK er ennþá samt er Sörk með byssu og 5K. Hlýtur að droppa einhverju byssu þarna á einhvern liðsfélag, treyta kannski, eða kaupa bara sjálfur Deiglu eða droppa Deiglu. Hann er með Deiglu, sko, þeir eru báðir með Deiglu sem geta droppa á milli og líklegast eiga bara skrítið að Sörk kaupi sér ekki aðeins meir einhvern veginn til að jafna þetta, þeir eru kortir að spara hérna en alltaf hann verður að stakka aðra pening. Jú, nei, þeir spara hérna, ég trúi bara ekki. Nei, ég er að tala um þá í næsta. Jú, hann er alveg sér sinna á því, hann verður með peningum nettilega til að taka vappan í næsta rándi sem þeir hefðu alla jafnir ekki verið með. Þannig að 3-2 hérna og við erum að fara inn í svolítið hættulegt ránd fyrir Saga því þetta er bara spar hjá VK en þeir eiga þessar 2 byssur og gátu droppað þarna Deiglu á 5-7 á 2 þannig að það er hægt að smíða eitthvað hérna hjá VK. Smá jú til 3 smókar, einhver flush og alla þessu eins og ekki oft þá náður að krossa, óhulltir yfir. Only neðra map control round hjá Saga, hægt og rólega. Og þetta var glæsilegt sko hjá Dom. Bara rétt
Deathcake með 2 þarna, gerir sér risastóran og AK-arnir syngja líka að vangum 1. 2v2 og báðir þeirra eru með AK, Vankir hins var átgrein en Sörk er komin miklu ofar en þeir einhvern veginn Sörk, eitt komin í bak líka, setur pressu. Þarna getur Sörk komið og hjálpa til og Sörk með 2K þarna og það er 4-2. Þetta er bara vel spilað hjá Vega að nýta alla peningana. Ég tala nú ekki þegar að Vankir kemur þarna á shortið, tekur alla athyglinna á sig. Já, og Deathcake gerir mjög vel, fær flassið þarna með 5-7-inu og nær 2 út og í rauninni setur þetta allt í uppnám þar sem það gefur þeim crunchið á shortið og 4-2 fyrir Vega hérna. Peningurinn hjá Saga er svo sem 1 kaup en þeir geta lent í alls konar vandræðum hérna og sáum að Sörk átti 8K áður en hann keypti, hann droppaði þessum vappa og samt 2.4 með termóla. Vega aftur konu með góða stjórn á leiknum þrátt fyrir að hafa 1 round hér. Ok, ADHD, nei, tekur ekki skotið. Loksins gera hann það. Eða smóki fyrir krossin, eru hræddir við þetta. Þegar fólk verið svona að nota grensu og eitthvað svona dótari, aftur hornir í það. Þeir eru að nota smókin alltaf þegar tekist við hefur verið að gera þetta, nota þetta smókin og henda Saga smókin á móti í hurðina þannig að myndið er mjög mikið smókað. Viktor sleppur framhjá þessum grensum, kom með, já bara fínt þarna á shortinu en núna er Deathcake í vesinni. Það er hins vegar ekki killinu og ég vilja smoke short. Hérna út fyrir Vizard longið og Vizard er að kíkja en sér hins vegar engan á bakkar. Þeir verðast að bakka algjörlega hérna en Vírus er rísa kill á ADHD. Mappin núna komin í hendurnar á Mozart, ekki slæmt trade þarna en útmiðina virðist að vera. Þeir ætla að splitta B-ið, Sörk ennþá inná en Vírus í hurðinni með vappalínu, þrönga línu þarna á krossin frá mitt en ekki með lurksmokur. Sörk spottar hann eitt leikmann, skiptir hann enguleg og klára klippuna í gegn og tíminn er naumur. Hérna þurfa þeir að taka ákvörðun en frábær skot hjá Viktor. Mozart með Sörk og þá er Vírus í stökustu vandræðum. 2v2 hérna en sendir þetta í Deathcake 1-2. Vizard er lár. Deathcake Sá hann fyrir utan að þeir kveiki á strax að hann fer í þetta lobbyplay. Hlýtur að vera, Vizard er að fylgjast með nákvæmlega þessu og Mozart er komið með vappalínu, rakleiðis á lobbyið og þetta ætti að vera einfalt fragg og 3. roundið fyrir sögu. Og Mozart, fínt að hafa bara eitt svona vara. Já. Svo er þess að hérna droppa vappanum strax á ADHD. Ég veist síðan Vizard á vappanum líka. Hann er oft, við höfum séð þetta. Scout núna á Vankir, hann hefur tekið við keflinu frá Furious. Rex kaupið sér náttúrulega, Rex átti 14 grunlega, kaupið sér fyrir 0 skiljanlega, þar hvort þeir að vera næsta landi ykkur MP9 eða eitthvað. Scout að spotta með það er ADHD stræði, Scout að spotta með það. Sörk að lurka smoke. Sumir hlutir eru bara alltaf eins. Þó eru 2, Vankir og Rex. Hérna ég að Saga vera rosalega rólegir og bara missa engan. Þeir eru að skeila upp longið hana. Einn krossa núna, wow. Háspritt frá þessu. Ætla með þess að koma 2 út shortið. Það eru engir sénsar teknir. Vita af skátinu sem var á CT, droppa niður, klára þetta og þá er staðan jöfn 4-4. Vega gerðu vel í að krækja þarna í AK-rándið, 2 AK-ar og einhverju diglur og 5-7. En núna er þetta allt komið aftur jaft. 4-4, allt í járnum hérna og kemur svo sem ekkert orð með hinmöppun. Þetta verði bara í járnum hérna, þanga til alveg í lokin. Annað kemur svo sem óvart. Hérna er eins og það Svon en þeir fara 2 aftur langir. Gæti verið fake. Þetta gæti verið vesen samt. Þetta er fara 2 neðra. Fara 2 í... Spottar hann út, Viktor gerir vel, kemur grensin út.
Vanker ekki þekktur fyrir að stoppa fyrir neinu. Hann er að reloada byssuna, Deathkick komin í hjálpina en ætti í raun og veru að hverfa út þessari stöðu, hún er ómöguleg akkurat núna. Rex með skot á longinu, opnun, B-sætin er alveg opinn og þeir fara á hann. Deathkick heldur lífi, Vappalína komin hérna á gluggan, hún er molluð. Smókur í hurðina, þetta er mjög hættulegt fyrir Vega hér, Deathkick. Allt of örlítið á Mozart. Já. Þeir voru í rauninni bara að smóka og þetta er seinasti smókinn þeirra þegar þeir virkilega þurft hana eins og aðeins lengur hana. 3 inn á sætinu og hérna verða þeir að finna einhverja opnanir, geta beðið eftir smókinu. Þeir eiga ekki flass, þannig að... Þeir eiga ekki kit. Nei. Og fröggin er ekki að fara með þeim, Vappin finnur fröggin. Og þetta er ástæðan fyrir að átt ekki að gefa B-sætið. Þetta er ástæðan með við tölum, það er erfiðast sætið að Retake er þannig 4 og 3 og þeir eiga reyndar ekki neitt stöff Vega, þannig að það gerir Retake ennþá meira rugl. Það er sem að þeir þurfa að fara í gegnum þessar 2 chokepointer sem er eiginlega bara ekki hægt að halda. Hérna rössa Saga B. Ég get til að lofa þér því með þessu spóni, þetta er ótrúlegt spón sem þú fær stundum og það er Viktor á mökkunni og þeir vita að þeir voru forst þarna þannig að Saga er hérna bara að hlaupa inn á B-ið. Það er spurning hvað Vekararnar ekki að vera í 5 manna stakk, þannig að já, ATHT nærmins í endri sér annan í völd. Og hérna koma þér Deathkick á 5-7. Wow, love this! Og þetta er upp á 10,5. Þeir lendi í autosökkuninni hjá Vanker áðan, vilja ekki neinn shenanigans núna. Mjög flott protokól í endriðinu að móti sparinu að henda bara grenum í ef að gæn ætlar að vera þarna með 5-7 eða eitthvað nálagt. Svo sáum hann að þeir gjörsamlega mjölkuðan. 6-4 hérna. Og þetta er það sem að Saga gera svo ógeðslega vel. Þeir henda tempo í fésið að þeir, þú höndlar það engan veginn og tapar rándinu og það kæmir ekki óvart ef þau myndi hendi eitthvað hratt núna líka. Bara ekki með spón í það. Það er alveg gallinn. Þeir hefðu líklegast til að taka long, þeir eru bara ekki með spón í það þannig að þeir eru hins vegar með 2 vappa. Já, Mozart á long. Mozart gæti farið í longskotið og Wizards hoppar í suicide-ið. Bara koltar á Vega hérna, þetta er ekki gott kaup. Það er 2 kittar, það er örlítið af utility til en það er bara rétt koltar og ekkert mikið meira. Ellefta rándið að hefjast núna. Saga þeir áttu erfitt Train svona framan af. Nú var rétt að, nei það er átt hjá mér. Það er Vega sem voru í vesinni. Yfir mólanum, Mozart nær skotinu vissulega. Sörk. Þetta er lína sem ég myndi aldrei taka. Þetta er líklegast einhver angul, ég sá hann haldi þessu líka nákvæmlega á hann, þetta er líklegast angul þar sem hann sér mjög snemma gaurinn. Já. Þetta er eitthvað svona, gaurinn er að klíra líklegast aðra hluti. Þetta er svona off-angul þar sem að þú ert stendur í rauninni akkurat, ef þú verður að klíra þetta út til því þá ertu byrjaðar að færa með eitt annað þegar hann er einhvern veginn að labba í þessa línu. Það er svona líklegt með hvernig hann er búin að halda þessa línu að þetta sé þannig angul sem hann svona hálfpartinn hagsangul, eitthvað sem hann er búin að finna. Sörk spila tunnurnar núna. Aftur komin í, já, skemmtilegt angul. Já. Vissulega meira notað. Hérna. Hann er smá einn. Já, hann er mjög einn. Og Vírus er í hjálpi. Hann á flassan Vírus sem gæti komið en þeir eru ekki að gefa neitt frá sér. Þeir eru að labba á hann. Þetta er alveg upp á 10,5. Þetta er uppskrif. En Vírus. Hvernig á Vírus 95? Það er sikkaðan eða svona mikið hápið eftir að kemur grena og molli bara eiginlega í humátt á hann. Þeir eru komnir inn hins vegar. Já, en finn ekki frökkinn. Já, kveikir. Já, það... Hann skaut í byssuna. 7-4. Saga þarna 5-4 labba í Sörk alveg statik einhvern veginn og Vírus er þarna rétt koni í hjálpavörn en það er ekki nóg af því að það er bara þessi bombsite, þú mátt bara ekki missa hann svona því að sérstaklega þegar þeir gera þetta svona kontakt þá eiga þær ennþá allt stöffið sem er mögulega höfðu átt þannig að þeir gáttu dömpa því þarna í chokepointana og Vega þurfa að vera hérna ansi
Shoddy kaup með ágætis B-spawn saga. Ætli þeir kommitti? Nei. Bara grensurnar, gera þarna góðan skaða. Alveg rétt, bara grensurnar og skilja svo Wizard eftir. Spurning hvort það hafa verið að búast, svona tjekka. Ef þeir eru með molla, Já, þá förum við ekki. alveg örugglega sko. Líka veltum mjög mikið hvort ADHD höfðu killið. Hvort þeir séu í rauninni að kommitta algjörlega í þetta. Eða Mozart-killinu, ef hann er Guðmundsson fær súsett, hvort hann sé að fá killið. Já. Það kom ekki, þá greinaði bara bakka og bakka hérna alltaf long. Það sem að vírus er með, og það kemur flass í andlitið á honum. Það er hérna einum ára hann að treyta þér upp, en þetta er betra fyrir Vega enn sem komið er manni yfir. Já, en aftur á móti á Vega ekkert stöf, enga kitta, þannig að þetta með þessum húlið er góður og það er Spreyksról yfir Rex með einn deathkick með annan og þá er Viktor einn eftir kunnuleg staða, en það er deathkick í gegnum smókin. Viktor ekki ánægð með þetta, en þetta var nauðsynlegt ránd fyrir Vega. Algjörlega Vega voru bara að tapa þarna 5 rándum í röð, þannig að algjörlega taka eitt tilbaka en til að Saga væri ekki bara algjörlega flying high inn í CT-ið, taka eitt ránd tilbaka og geta hérna taka pistol og vinna conversion eða orður í jafn leikur. Og þetta verður líklegast jafnt út í gegn hérna 7-5. Áhugavert samt, sko, þetta er leikurinn upp á hver er annað besta liðið á landinu akkurat núna, þar sem að Þór er ríkjandi vormeistari. Þannig að það er svona ekstra undir þrátt fyrir að komast í úrslitaleikin og möguleika til að vera stórmeistari. Hvað eru Vega að gera þetta? Þeir tóku mid-smoke og Flass er að fara shortið. Allir 5 eða 4 og 1 er í. Og þeir eru þetta fyrst skotinu, en þeir eru vel staðsettir fyrir nákvæmlega þetta. 4 með byssurnar þarna uppi að horfa á nákvæmlega þetta. Vankar og Vírus með 2 tilbaka, 4-3. Og já, næsta fraggið skipti höfuðmáli, en það er Vankar á Heater núna, leitar á næsta fraggi og finnur það. ADHD kominn samt á bústkassana þarna á shortinu og Vírus stálheppinn. ADHD þarna, Vírus þurfti að reloada byssuna, en skrappi ránd en Vega sigra. Já, mjög spes þarna, þetta leit út mjög vel fyrir Sagan, það hendur frábæri Flass, þetta voru klárið með counterfloss í longið og hendur þá shortið þarna, náðu sérst entry og stauruðu svo allt rössið, en það tók rosalega tíma að drepa bombuna þarna og svo lendi smoke einhvern veginn ofan á þessu sem splittaði þessu upp og Vega tóku killinan tilbaka og risa killi á Vankarinn þennan að skela upp sætin. Hann verður að ná þessu killirinn til að ránda þessi möguleiki og Vega taka þetta mikilvæga pistol round og geta hérna konvertað og jafna leikinn. Saga fara í neðra og í Þess er miður. Vírus að sletta þetta. Kemur Flass frá deathkick sem að ítir þessu aftur tilbaka. Wizard finnur Rex að sjálfsögðu með Deagle. Wizard ekkert eðlilega tilbúin í nákvæmlega sem hann var að gera, þannig að sá hann neðra að horfa upp á þetta kassahopp. Hérna er Viktor, þarf Viktor að vera stór. 1 og næra bakka 5v3. Saga þurfa að taka hérna 1 second round á móti, en þetta kill gæti snúið þess aðeins. Hún getur spyrjun á comebacki, en heyrðu þarna á ADHD, hann var að koma sér á æð. Vankar leitar með AK-num, hættulegar byssur út allt. Vankar tekur fætirinn á leikmannin á bíl. Spottar 2, heldur áfram að taka fight og tekur damage. Verður hins vegar að fara að finna fragg eða lifa. Þeir náða að spotta hina hlutana af skottinni hjá Vega og þarna eru þeir 2 rauðir, 30 og 20 í líf. Deglur og skátar. Það þarf ekki nema að leggja á flott ránd hérna hjá Saga. Taka þetta alveg tilbaka hérna. Það eru mótilinn 2, Mozart og Wizard sem eru að toppfragga fyrir Saga hérna. Ætlum við að henda Viktor ekki á hann að stall líka? Jú, en þeir eru að fragga. Já. 8-6,
og peningurinn hjá Veka í duftinu hérna og Saga geta hérna með réttum rándum í rauninni hér. Ef þeir taka hérna og vinna nokkur í röð þá geta þeir komið sér í ansi góða stöðu. En þessi ránd eru alltaf hættuleg í CS. Vá. Hátti á skátinum. Það aðeins fyrir að leika sér. Tekur Endrið fallega grenur frá. Þetta er gullfallegt, Jói. Mozart. Mozart Guðmund deyr hins vegar. Með 2 kill og þeir eru að gera risa rándúrs og Saga að flaska hérna. Stökustu vandræðum og enn eru þeir að grafa hólu. Smókur fyrir krossið, koma bombunni yfir, hún ætla að fara niður, vita hvar Wizard er, 100%. Rótin eins og er í burtu núna og reyna að finna eitthvað nýtt angul á þessa árás. Komi Kit, komi Molla og ætlar að reyna með hann AK í höndunum. Mollin, hann fer á CT-ið en það er Sörk sem að klára þetta. 8-7, Veka koma tilbaka og svara. Vírus með risa degluránd og deglukill þannig í middinu. Mjög sérstakt hjá Saga einhvern veginn svona spacing í middinu þannig hvernig þeir gefa 2 fætan í sikkur laginu eftir gott jút til hann í neðra en spurning hvar Endrið var hjá Deathgang, hann tekur hann að fyrsta tekku Endrið alveg í byrjun ránsins einhvers staðar og Saga setja sig í hólu hérna hins vegar eins og ég talaði að þeir myndu geta sett sig í frábæra stöðu og setja sig í ömurlega stöðu með að tapa rándinu. Já, ég held hann hafi verið að pússa B því að Deathgang kemur og hleypur í neðra síðan. En sjáðu hins vegar hérna að Saga eru búin að klíra B-lobbyið. Það er enginn. Kemur leit frá sig út og Dom fær það ekki en Dom hittir ekki skoti en þeir eins og að dinga konn annan og hann tekur hérna í 8, það eru 2 low. Já, Smókur sem kemur fyrir CT akkurat núna, Wizard reynir að hitta einhverju, M4 og Viktor gæti verið risastór, grensundar eru mjög góðar og Viktor gerir ekkert. Með M4-unum ADHD kemst ekki í hann og já, þar með er Sagan öll við erum að fara í jafnan leik enn og aftur 8-8. Mozart, það er lítill sjans hér. Já, það er sko lítill sjans hérna. Farma smá pening, hann á 2-2 hérna. Þannig að hann getur tekið einhverja deiklaða í næsta rándi en 8-8 Saga á leiðinni í spar og Veka svo sem ekki með neitt pening í bakkabjörn en er að taka ránd hérna og lifa vantanlega einhverjir 4 þannig að þeir geta farið að púsla saman þessum terrorleik. Rex leitar Mozart. Já, hann er að uppgreita. Gefur AK hins vegar hérna. Það er spurning hvort að þetta verði fylgjast með í næsta rándi að ef að við Mozart fer í næsta ránd með en AK hvort hann geti verið stór með hann það þarf ekki mikið meira og sérstaklega á honum hann er með armor á bakvið þetta. Armor og situr á 18 fröggum. Algjörlega. Já, frábæran leik, besti leikmaður þeirra. Kaupa ekki mikið inn í þetta. Það er deglur og ein degla. Og svo droppar allan að einni deglu. Viktor og Wizard með deglur. Það er B-rush hjá Veka, allir 5. Og það eru 2 í neðra og ásinn Mozart er tvisturinn að bara sjálft með AK. ná að dressa annan leikmannin í nærlopinu og Viktor frábært flass þarna. Já, þarna eru frábær flöss hjá Veka að sigla hann inn í seinni grípa Viktor hann alveg sem hefði getað kill og verið óþægilegur. Gerist ekkert. Mozart fær engan séns með AK-in. Veka gera mjög vel. Mjög vekalegt kall. Þeir eiga alltaf eitt bérus inn í sér í Dust 2 og kunna mjög mikið að kalla tímasendingan á því, þannig að það virkar það. Þetta er ekki hvellur en þá vita er hvað hann er niður kominn. Engan frábæran peling til að hönda þetta endalaust. En sem þá vangar hérna í bara mission að finna þetta. Uppgreita í AK. 9-8 og Saga kaupa hérna en þetta er ekki stórkostlegt kaup. Þetta er geta ná vappa á hérna Geta ná vappanum inn en ADHD fær hann er, fær þennan stóra armor, hefði getað sleppt honum
rosa mikið af stórum armurum með það þrátt fyrir að eiga ekkert jútil. Þetta er smókur. En það eru 5 AK-ar á Vega og þeir leita hér að 10. rándinu sínu. Þetta gæti verið smiðshöggið sem þarf. Vissard, þetta er 7. skilningavitið á þessu leikmanni. Trekk í trekk. Finnur þetta smá skaða en stálhefnir búa til pláss fyrir Vanger til að finna eitthvað entry. Flassið kemur út fyrir Vissard en það er entry á Vanger. Hverfa tilbaka. Skilja Vanger eftir og alltaf skeila upp shortið. Vanger, við vitum það, hann mun leita áfram. Það er bara spurning hvort að Viktor, já, Vanger sá líklegast Viktor en þeir flassa hann aftur. Já, 2 flöst þarna og Vanger heldur áfram að leita. Þetta er hinn hliðin af peninginu sem Vanger er. Ef hann leitar áfram og finnur fleiri frögg, rándið verður bara meira og meira búið. En það eru ennþá 2 gríðarlega góði leikmenn eftir á A-sætinu. Vappi þar með talin á ATHT. Ættu mögulega að leita að B-sætinu en Sörk finnur þarna ATHT. Dom fá 1 eftir, 2 á 1 og hann fellur og Mozart situr 1 eftir með M4 í rassvasanum og ekkert til að gera með það. Nei, mjög svona einfalt ránd hjá Vega þarna og bara algjörlega á bakið á Vanger að vera mittið til 2 entry og þeir eru svo bara nokkur rólegir í að cruncha A-sætin þarna. Svo sem Dom nær 1 í kill en Sörk getur nýtt það sem tímasendingu til að flanka þarna út longið, drepur hann og þá er rándið unnið. Þannig að 10-8 fyrir Vega og hérna held ég að þeir séu konur í mjög mikið bílstjórasæti í terlúka nokkuð solid hérna. Saga peningurinn mun vera bara leiðilegur eiginlega bara út leikinn nema þeir fari á alvöru rönn. Það er að segja, Vega halda áfram að taka einhver ránd og þá mun þetta vera erfiðu peningur. Þannig að Vega þarf líklegast bara að vinna svona 2 gunnránd í viðbót. Hitt verða einhvers konar búst í kaupinu eða þeir halda áfram að vinna ránd. Mozart heldur inn í Crouch. Ekki spottaður af Deathcake-anda sem var á sprettlupinu inn á B-ið. En 10-8 og nákvæmlega svo talar þetta verður skrapp í kaup og en það var að vinna þau líka. Deglur í höndunum á þessum leikmönnum. Við höfum síðan trekk í trekk. Það er búið að vera ekki til hérna alltaf Vega tók ránd áðan sem að snýri þessum leik algjörlega höfuðið. Var Deglur og einhver skátt eða eitthvað svona. Þeir eru alltaf longið hérna og þeir eru að mæta því Saga. Nei, þeir eru alltaf leitlongið og þeir... Þetta gæti verið blóðbað. Algjört blóðbað. Deathcake, fellur, Dom. Já, treytin koma, flassið er frábært en þeir eru 3 að mæta. Og bomban! Bomban liggur og byssur. Sörk reynir að finna eitthvað og hér höfum við það. Sörk 1 eftir. Það er búið að flankan. ATHT finnur hann og það er bara stakkið á long sem virkar upp á 10,5. Jöklaða byssum á milli og þetta er byrinn. Byrinn til báða vængi sem Saga þurfti. 100% Vega á kaup hérna á bakinu en þeir eiga bara þetta kaup. Jú, já. Sjáum hérna Vanger og Mozart toppfragga hérna fyrir liðin. Víru, þetta er í fyrsta skipti sem þeir finna eitthvað fraggandi gennum double doors. Og þeir fara vantilega B á eftir þessu. Smókurinn er kominn. ATHT. Smókurinn er kominn, engin flöst þarna á ATHT. Það er allt plássið. Spammið er gott frá Viktor en finnur ekki frögginn og núna geta þeir chainað allt utilið sitt til að loka þessu sæti. Skiptir höfuð máli. Hvað er Viktor að gera? Fer vissulega með flassinu al-1. Mozart nær Vanger. Sita hérna í mollanum. Vírus verður hann á fragginu. Þá er Sörk 1 eftir. Þurfa bara að treyta þarna. Sörk er risastór. Og finnur að sjálfsögðu spraytransferið. Stórkostlegt hjá Sörk þarna nær báðum. Mozart gerir sitt besta þarna með 2-3 kill í retakinu. Tekur hérna Vappa. 11-9 fyrir Vega. Skrapp í B-round þarna sem að nær að skila sér. Saga þarf að hugsa verulega mikið hvað þau vilja gera í þessu rándi því að þeir eru að láta alla spilapenningina á borðið. Þeir eru með 2 Vappa í höndunum. Annar er fallinn, hinn næra sjálfsögðu fraggja á Sörk. Þannig að þeir treyta út en
Þetta rosalegt investment sem að gæti mögulega orðaðum að falli hér Vírus ennþá vappadúel í miðjunni sem að mun eiga sér stað núna en ADHD finnur hann Dom með shotgun hérna og ADHD mættur á vappan Vangar með glæsilegt skot átusökunin hversu mörgum nær hann nær 3 þarna og toplaði þannig í lokin glæsilegt 10-11 og peningurinn á VK það eru svo sem 3 kaup Rex búinn að vera deglukaup bara einhvert einu skist ég lít hann á hérna dótið oftar en ekki erfiður leikur 6-19 í honum já átti frábæran treinleik ennþá betri núkleik en já það er erfitt sko peningurinn hérna er svag þetta ránd þetta bara svo hruninu það á engin pening og það er svo stórt það er svo mikið að þið saga að vinna þetta ránd og helst bara eiginlega að lifa allir ef þetta eru skrappi þá er Vega aftur komin í góðan séns og eins og ég segi þú veist það er þetta double uppa setup sem að þeir reinvesta í Dom náði ekki að pikka vappan á hann það mitt upp í smóknum en ADHD er komið línuna flottur molli þeir eru að spamma smókin ADHD fer hann er hausaður niður í 26 þarf að halda lífi hérna það er smóku fyrir CT Vissart reynir að finna einhver skot í gegn en þarna er bara masterclass hvernig á að vörka smókin og allt rennur út í sandin ekki ein fella á sögu ekki ein fella og það er 11 og VK eru með 1 AK, 2 AK, þeir geta verið með 3 AK, þeir geta með 1 mökku og svo 1 deglu. Ein degla að sjálfsögðu á Rex, greið Rex. Það ætla þeir að gera. Það eru 2 vappar á sögu hérna, þeir eiga lítið stöf saga á að geta að sigla þessi hérna með vappana, þú veist bara halda línum. Þannig kemur longið á fyrsta tempói og það er stöf sem lendir í þeim. 2 eru teknir niður í ekki neitt. Já, og klára vírus þarna, AK-nir hins vegar finna fraggið á Dom. Viktor snýr sig við og smókar, kannski ekki þessi metasmók þegar þeir komast hægra meginn við á, en þeir eru spottaðir, Mozart nær einum. Og Grenan, það er þetta lágugörnir og heldur betur en þeir eru komnir framalega, báðir vapparnir voru upp á, þeir verða að hitta skotinu, Viktor hins vegar nær að hjálpa til. Og já, Mozart gera þarna við leysa pressuna og Viktor, hann er peppaður fyrir þessu. Þetta risa 4K þarna, er þarna í backupinu, eins og það er vappandur upp á sæt í mjög óþægilegum stöðum og það er 2-7 lús, það er 2-9 lúsbónus, þeir fóru inn þetta með 2-4 lúsbónus og voru allir keyptinni í núleila. Það er skelfilegt kaup í 12-11 rándinu hérna. 1 vappi bara á saga, þeir mistu 1 vappan og tóku ekki annan. Mozart með 25-10 hérna á AK-num hins vegar. Og það er hent í einhvers konar splitt hérna hjá VK og Saga hérna þurfa bara í rauninni að spila nokkuð eðlilegt round af Counter-Strike. Eru með alla yfirhunduna sem þarf. Grensan er góð, gerir hérna örlítinn skaða. Rex aldrei þessu vant, komin á Mach 10, ekki deglu. Resmoke á longið, þetta er aðeins þægilegar fyrir Viktor sem er að akkjara það. Hins vegar er sóknin hjá VK virðist að koma short hérna og eina vörnin er þessi vappi hjá ADHD. Mozart er langt í burtu en þeir eru hins vegar ekki að koma allir 5 skipulega þannig að Mozart ADHD taka henni í 30. Lár núna verður að hitta þessu skoti, skátinn gerir góðan skaða og nær fullt af plássi. Þarna Vissart bara enn og aftur, 7. skilningavitið, Vange nær einu tilbaka. Þeir eiga ennþá shortið, geta falið sig þar. Það eru 2 BK bakka núna. Það ætlar miðju leikmaðurinn að gera. Það er death kick á mökkunni, hann verður að vera stór. 7 hérna í neðra, hún er það sem að klíra hann ekki. Gera frábæran skaða þarna. Er þetta nóg til að sigla þessi overtime? Vissart reynir allt sem hann getur, en þetta er allt á ADHD og Dom og ADHD og 2 HP á vappa. Hann var að halda shortinu, en við erum að fara í overtime. Ótrúlegt round þarna.
Þetta er sigla. Vanger bara leiðir þá upp á A-sætin með skátin og ATHT geigar 2 eða 3 skotum sem að, eins og ég sagði, hann er eina vörnin, hann verður að hitta skot til að stoppa þetta, það tekst ekki og randið klúrast. Hann endar samt seinastur á lífi eftir allt saman, hann tekur fyrstur á móti en endar seinastur á lífi þarna, geigar skotunum 12-12, Veka kallar timeout strax hérna og Veka með pening núna, Mozart tekur vappan seinni, það er doppelvappi. Double Wap í OT og já, við getum útskýrt OT fyrst að við erum í taktikal pásu. Það er, já, fyrstur upp í 19. Nei, 16. 16, meina það? Ég er ennþá í CSGO. Jep. CSGO time. Það er fyrstur upp í 19 eftir að þeir fara 15-15, þá verður upp í 19. Já. En það er 10k startmoney. 12,5 sem er hérna betra. Þá er henni getur tekið öll 3 rándin venjulegt kaup án þess að þið séð að kaupa kannski vappa einhver einasta rándi eða kaupa ómarga vappa eða skilur svona eitthvað. Það er búið að breyta öllu. Já. Ég var bara að þylja upp eitthvað sem ég lærði bara fyrir 4 mánuðum síðan. Já, 12,5 kom nokkuð. Ég held að sé líka meiri segja eitthvað við konfigin sem að gera það verkum á hvernig loose-bones virkar en þú getur einmitt ekki abjúsa þetta. Það er ekki hægt að kaupa hérna allir endalust af öllu alltaf. Það er svona blandast út en það getur verið bara, eins og við viljum overtime séu bara 3 kaup á móti kauparándum. Það eru bestu rándin sem við viljum skera hvernig liðin er að spila á deginum. Já, það sem var oft galið í 10k var að CT-in, ef hann tapaði 2 rándum þá var þeirri ránd bara frítt. Já, það var allavega bara MP9 það var bara 2 og 5 kaup eða eitthvað rugl sko. Já. Vírus fer hérna hratt með vappan. Reyna að taka línuna hérna á Viktor. Rétt sýnir sig og skotið kemur. Svo spottar vappan henni í BLB. Það er info. Ætla að bústa hérna. Spotta Sér sör í löpun. Ég held hann hafi spottað þetta. Já, þeir sáu það á þeim. Kom ekki mikið jút til þetta mótið annað þessi grensa en Rex finnur þarna ATHT. Þetta er dýrt. Þetta er annar vappin. Fór hratt út mitt með þessu. Mozart eins og var kominn. Það er engin mitt í skotinu. Mozart hittir ekki skotinu. Vírus er kominn línuna á hann, finnur frakkið. En það er bara næsti leikmaður í röðinni. Vissart með grensunni, finnur Vírus. En þá eru þið 2. Rex 2 kill á eftir. longinu í millitíðinni. Rex kemur hérna allt í einu með stórt round, tekur 2 kill og setur sögu í vesen. Hins vegar er þetta bomban sem er hérna í middinu 1. Já. En skiptir yfir alla máli núna. Jú, hún sleppur samt. Sleppur saman. Rex með 3. killið. Reynir í 4. er að spamma þarna smókin, heldur longinu, spottar á CT og Deathkick. Já, það var annarkvort Deathkick eða Sörk sem að var að fara að ná þessu frakki. Báðir konum með sjónlínu á hann. En Veka halda áfram, komið 2 ránd í röð núna. Senasta rándi. Næst. Nei, og 2 ránd í röð. Já, tóku senasta rándi og þetta, já. En áfram höldum við. Já, 13-12. Aftur double vappa setup á sögu og Vírus finnur þá aftur vappan. ATHT aftur að með minnir. Þú sér það hérna, þetta er, þú getur ekki, þó þessi 12,5, þú getur ekki tekið kaupið vappan endalaust, þeir eru báðir búinir að pinnum ATHT og Mozart. Þetta á vappanum núna nær einu frakki tilbaka en þeir eru komið hérna upp á molli í CT-slópið, bomba komið niður, þeir halda shortinu algjörlega og channela allt utility, þeir meiga ekki retaka í gegnum CT-ið, halda shortinu svo herfóringjar og CT-inu, þeir megi hafa longið, við eigum rest. Rex kom með Vissart til að reyna að lörka smókin, nú ætla að reyna að koma í gegnum longið, 3 þar. Þetta ætti að vera flash hér til að opna. Vírus nær einu skoti, smókur er komið niður, Vírus heldur áfram að vera risastór og kominn með 1 stykki 3K í rándi númer 2. Eru þeir aftur að fara að sweepa í overtime? Lítur þannig út úr sér peningin og saga en að þó þetta 12,5 var, þeir eru bara eigan ekki til, þeir eru búin að köpa allt og grimt, 2 vappa. Ég átta mig ekki alveg á því að taka doppelleif upp í aftur eftir að hafa tekið
í rándinu og undan þar sem að gekk í rauninni ekki neitt. Bæði rándin er Vírus að taka entry kill á móti vappanum og það er risastórt. Sörk er með spónið hérna í longskot, það er enginn sem fer á mót honum, það kemur smókinn svo er í grímun á honum. En smókinn geigar. Sörk sér að það er enginn long. Sörk er búinn að halda línu long allt rándið og veit að það er enginn þar. Og þeir, einmitt, hann kallar á til sín sko. Sko meistrákar, nú ætlum við að skeila upp Spurningin. longið. Sko, Deathkick verður alltaf lífi. Já, ATHT var að klíra Everlobby sko. Ok, hann þetta kampar þannig að hann, ég held að hann myndi bakka alveg, hann kampar þannig að hann gæti nú fengið þá. Hann er ekki fyrir aftan kassan. Bara fín staða fyrir Deathkick til að finna. Einn er að fara að púsa samt Everlobbyið. Það er Dom, nær fragginn á Deathkick, klírar út lobbyið. Hérna kemur flatti, smókurinn, Vissart á vappanum, hlúðrar skotinu. Mjög hættur þetta kíkinni þessa línu út Viktor á M4-unum en kemur í góða stöðu upp á sætinu. Blöstinn kominn, Vanker með Viktor, Vissart Dom með 2 tilbaka, 3-2 akkurat núna. Leita að sínu þriðja rándi, Vírus núna 1 eftir, low HP á bíl en það er Vissart sem er besti vappun í Saga. Já. Klárar þetta ránd og 14-13, 1 CT ránd fyrir Saga. Já, svo sem er svona par for the course, liðin voru sterkari terri það ekki bæði. Það var 7-5 terráleikar sitt hvor, þannig að það voru svona ögn sterkar í terr. Þannig að þetta er ennþá allt í jánum. Örlítið meira á afturfætinu samt sem áður í tísetinu Vega. Já, þeir tóku þarna bara svona draumarandur á milli, en spurning hérna. Það er og á Rex, hann fyrir aftur B-inu, fyrir vantilega på stilluna. Þeir hins vegar að fara hérna hratt á móti longinu. Þeir ná flassinu vel og eru komnir út. Kemur að koma ríflössinn. Hann er 1 út, Dom, deyr og það er ekkert treyt, ok. Smókurinn komir hérna fyrir, sýnist þetta að vera terrsmók hjá, sem að situr hérna í lobbyinu. 2 terrsmókar. Já, og 1 CT-smókur. Hins vegar ótrúlega satt ef að Saga myndu þetta er ekki mólun sem hann ætlaði held ég að henda nema hann vilja henda hóndið en ætlaði að henda flestir mólunum þannig að hann nái hérna Kenny-angólinu svo kallega Vissart leitar þessi og gæti verið að fara að krækja eitthvað ATHT væntanlega að fara að fá búst þarna yfir smókin. Þarna er Viktor. Og ATHT finnur Rex, þetta opnar B-sætið, Deathkick verður það að vera stór, 3 á mótunum, dodsa flattið, en nær engu. B-sætið er fallið og þetta var vandamála svæðið fyrir Vega í fyrri hálfleik. Eigum við ekki smók? Eiga Saga ekki smók? Nei, þeir eru ekki smók. Krossa í vappan og gefa mér 2 kill þarna. Kíkja hann í Vanker. Spottar, velgert því að visa þannig að bara spotta, sjá hvað hann er, pikkar upp flass. Þarna þeir eiga ekki geta tapað þessu, eða þeir sést, já, þessu eru staðsettir. Viktor þarf að vera sem Beitar þarna fyrir Viktor. Viktor gefur honum séns algjörlega 1v1 fight sem er svolítið riski, en 14-14. Þetta var skrappi einhvern veginn, en sildist heim. Aftur kaup, Vírus komin á vappan, ekki double vappa, vesen á Vega. Þú segir þá peningurinn með þetta bakinn og þeim er miklu, þeir eru bara 100% kaup, þó þeir tapja þessi rándi, þá eru þeir kaup í næsta rándi. Þannig að Vissart á vappa, á longinu, velur aðeins of lengin í mollanum, fann alltaf grensu líka. Þeir eru svolítið að vappan yfir þetta long, þessa opnun. Býtum við. Vanker, sá hann? Já. Það hlýtur að vera. Hann er mjög viss það. Og fyllir þarna Vissart á 12 HP eftir utilið. Þetta skapar mikla... Skrítið, það var eins og hann vissi alveg hann, en þá hefði held ég aldrei tekið þetta reload þarna einhvern veginn. Og Dom með risa. Hins vegar er middursmókingin ekki góður. Getur hann ekki skotið í hausinn á honum. Taka lítið.
Þarna reynir Rex að gera eitthvað en Rex drap ADHD. Ó nei. Það skiptir öllu máli þarna ef að ADHD að vera lífið. Það var þetta 2v2 með B-bombsettinn. En Rex gerir mjög vel þarna á stillunni og Veka taka 15. rándi og koma sér á match point þarna. Rex með enn og aftur risastóra fléttu til að krækja í þægilegt ránd fyrir sína menn. Gat ADHD ekki skotið í bara toppin á hausnum. Hann sá bara svona svarta, hann sá þetta sem, hann sá gasgrímuna. Já. Ég veit ekki, hefði þetta getað skotið þar bara alveg efst í og þó hann er í kassan allan hendan í gegn sko. Já. Af því að þessi kassi með vappa í gegn headshot myndi alltaf vera kill sko. ADHD missir 20 HP á longina þarna. Molly upp á pálmatríu til að gera örlítinn skaða og gera þetta óþægilegra. Grenslan Xbox gerir ekki mikið. ADHD fær líklegast grenu í þennan sko. Það verður CT í línunni eftir. Dömpar gífurlegu magni af Utili. Tökum eftir leikmanni númer 3. Það er Sörk Í línunni sinni. Ég vil bara benda á það. Þetta er OP-línan sem að þeir eru pottið að fara að labba í akkurat núna. Bombarinn í B-lobby á bakinn á Dom. Þetta er mid to be og ég er mjög hrifinn af því. En Dom lenti í honum seinast. Já, og hann gerir þetta, já þetta er play hann tekur bara alltaf Vírus. 5 og 3. Þetta síðasta rándið. Náðir að halda B-sætinu núna. Það er stóra spurningin, ennþá Sörk að finna inn á B-sætinu. Sörk með annan, stór, low HP, lörkar smókin, en loksins fellur hann. 2-3 akkurat núna, ADHD, hann er lág. Molly, hann er svo djúpur en nógu þægilegur til að... Lobbygörinn er kominn. Já, lobbygörinn er kominn. Hann er dauður hins vegar og þetta er... Ó nei, 2-2, ADHD er lág. Sjá hann þarna næra dökka undir þetta, geta beðið eftir smókinum og komið 2 saman, báðum með kitt á sér. Er þetta að fara að enda hér eða förum við í double overtime? Hvað var þetta? Það er Möller sem fyrir að bombuna en... Wizard með 2 þægileg frögg þarna og við erum að fara í double overtime. Já, við erum að fá öll rándin af Counter-Strike í kvöld, möguleg. Liðin eru, það er ekkert til að splitta þeim eiginlega hérna. Já, það er bara pingu lítil, já, ég ætla að segja orð sem ég má ekki segja. Það brann. 15-15, núna erum við að leita eftir 19. Fyrstur í 19 vinnur þennan leik, ef við förum í 18 þá förum við bara aftur í overtime. 27 frá Wizard. Já, Wizard er búin að koma mjög sterkt hérna inn eftir að þetta var meira á... ADHD með takk. ADHD með takk á Sörk. Sett einhvern veginn. Sertik með fyrsta Mozart takkaður með bombuna líka. Það er allt í einu orðið mjög hagstægt fyrir Veka. Reyna að fæta þetta fyrir B-lobby control. Viktor ætlar að gefa það frá sér þarna. Viktor veil af 2. Það var þarna low-leikmaðurinn í Sörk sem að fellur þarna en samt sem áður, þetta er sárt og Rex hann hörfar inn á B-ið en B-ið hefur verið vandamálið hjá þeim. Kíkir það, hann gerir það á nær killinu. Sér bombuna. Sér bombuna, heyrinn þetta, hann gerir ekki að Vanger er með autosokkunni nálagt. Hann heyri í þessu öllu. Já. Viktor gæti leitað á honum. Gera það ekki. Nei, báðir fara á longi þannig að þeir fá í rauninni af bombsettinina. Það er hins vegar allt annar bombsett heldur en B-bombsettin. Já. Mun erfiðar að halda honum sérstaklega ef þú átt ekkert og ef að Vapp er að halda línunni þessari og ekki flassaður af henni þá ertu í vesenni. Þeir eru í einhvers konar eltingaleik hérna Vappandi 2 en ADHD hefur betur, hoppar hins vegar inn í M4-in á Deathcake og Viktor skilinn eftir í kunnulegri stöðu fyrir hann, einn eftir á móti allavega 3. Spottar þarna í hús. Gerir góðan skada en klárar hann í klippuna. Lemur í borðið, ekki ánægð með þetta. 16. rándi fyrir Veka. Þeir eru fyrstir upp í 16 en núna er töfra að tala 19. Mikilvæga. Já, bara spá fyrir þetta. Double OT. Baby. Já, Veka búin að vera mjög jafn. Allir leikmennina eiginlega þannig sé búin að taka, meira þess að Rex þó hann sé bara 11 kilóna tók hann eitt risast rándalega. Þeir eru búin að deila á milli sín hver tekur stóri rándin þannig séð. Þetta hefur verið Vírus, þetta hefur verið Vanger, þetta hefur verið Sörk og Deathcake þarna með Deathcake tók 5-7 rándið aðan þannig að þetta er dreift á milli þeirra algjörlega hérna. Deathcake búin að koma skemmtilega óvart og já, Rex er búin að sýna takta eftir að hann átti
bara hörmulega 2/3 af leiknum. Algjörlega, Rex hérna búinn að vera fínn síðan í rauninni, hann var með sko, hann með 2 kill held ég fyrir seinasta rándið í, eða næst seinasta rándið í hérna regulation, síðan þá var hann komið með 9 kill allavega, hann er allavega búinn að aðeins rétt úr kútnum og farin að kontribúta með liðsfélagum. Bunker hittir engan að ekki smókin, sverfur aftur í gryfjuna en tökum til því það eru 4 að fara að labba þar út. Hann er eins einn og hægt er. Late long pop. Nær engum, einn hefði verið, já bara frábært. En í millitíðinni þá er leikmannur short fallinn, þannig að þetta er one way. Greinandi. Vírus geymir smókinn, hvort aðeins sé að fara mollaður. Dom drepur Rex og þeir vita ekki hvað það er. Þannig að Vírus skýtur núna, getur smókað. Smóka sig og ætlar að stikka þarna í kringum smókinn, sjá hvort hann geti fundið einhverja þægilega leiðir. Vírus ekki búinn að hitta skotunum. Viktor leitar á honum, hann finnur annan ADHD og Viktor 1-2 eftir. Viktor í öfum Gandalf og einn í bak þetta. Rista skot hjá ADHD, þess að búm skotið til að bakka. Og Viktor, þá er það Sörk. Mjög sleipur, setur þetta í 1-1. Hann á ekkert jú til, hann er vissulega með kit en þarf að finna ADHD, takkar þetta niður, stikkar á bombuna með glokkun í höndunum, hleypur að þessu, finnur ekki frakkir! Þetta er á sekúndunni, á millisekúndunni! 17-15! Svakalegt, hann nær þarna definu eftir að hann hittir hann. Sörk bara stikkar. Sko, ég skil samt ekki að, jú, hann er kannski ekki panika, en sko, ef ADHD chillar bara, þá er hann með vappalínu upp á bombuna bara sér. Þannig að, veit ekki hvort hann haldið hann sé með smoke potið og er hrættur það einhvern veginn. Eftir að hann takkar hann þetta veit svo hann getur glokkað hann en millisekúndunni en hann hefði náttúrulega verið með vappan og skotið hann long range. Var þetta ekki fjórða skoti? Vírus með stóra opnun og þetta Vírus kominn á eldin akkurat núna, 27 frögg á honum. Ábyggilega 2/3 af þessu eru vappa. Já, hann er algjörlega þannig. Vírus er stórkostlegur á vappanum. Hann er búinn að vera bara hérna einmitt öll killina sem núna í seinni hluta bara leiksins eru búinn að vera á vappanum. Stór play, halda lífi. Já, algjörlega það, og það er einmitt að taka kill með vappanum er yfirleitt hluti af stórum rándum. Og þau eru búin að vera það einmitt hérna, hann er búinn að taka mikið af impakti með honum. Í afturliðum en ADHD er komin á CT-spónið. Þetta kemur Sörk væntanlega á óvart, en við tökum til því. Deathkick er eins aleinn og mögulegt er. Það er búið að kötta rótið hans, Vírus er fallinn, það er bara Rex sem að getur hjálpað honum. Og Deathkick með 2, leita þriðja á longinu. En ADHD nær hérna Rex út. Þetta hefði verið saga til næsta bæjar, hefði Deathkick púslað þessu. Þetta var hins vegar bullshit round í rauninni sem ADHD gerir þarna, kemst í bak CT og er fyrsta entry á gaurinn að bakka long og svo þá í gaur og gús algjörlega eitt, þannig að algjört hérna geggjað play hjá ADHD sem vinnur þetta round og þeir taka round tilbaka. Það er enginn búinn að ná að taka 3 roundin í röð og þannig að þetta helst jafnt. Þannig ætlum við förum nú ekki bara í annað OT ef við ætti einhvern veginn að giska hér. Þá fáum við 18-18. En það vantar ekstra mikið bullshit Jói til að sigra þennan leik. Og síðan fyrir að liðin annarkvort liðið að spila best of 5 á móti Þór á laugardaginn 31. maí. Já. ADHD með opnun hérna. Nær að lifa. Hverfa núna tilbaka að B-sætinu. Kallið væntanlega að fara að splitta B-ið. Þeir eiga smoke og smá jútil til að komast út mitt en þeir eru búin að stakka 2 á B-sætið. Þetta ekki glappar hérna út í dauðan. Og svo gerir vel. Og ADHD væntanlega á línu. Þarna Sörk liggur í valnum. Þetta ætti að vera 17. rándið.
fyrir sögu og þar með leikar jafnir nema að þessi tveir leikmenn Rex og Vanker geti gert eitthvað í því. Þau eru að byrja á því að finna allavega Viktor sem að situr upp á A-sætinu, Mozart að koma í hjálpina, smá hjútil fyrir backupið. En Mozart finnur einn, Vanker með eitt tilbaka, low samt sem áður. En þetta var alltaf bara smá statpad. Mikilvæga stórt entry að ADHD tekur svo líka vappakilli í BLB og einmitt Mozart les þarna lappið í gennum smókin og Deathkick lítur út mjög skringilega en maður skilur playið. Það hefði getað virkað ef hann enginn hérna, ef meiri sem hefa Deathkick örlítið fyrr þá hann á undan Mozart í nákvæmlega sama hornið og þá labbar Mozart í þessa línu igjen. Já. Þannig að það geikar þarna smá stund. Skora sekundur til og frá og 17-17 leikar jafnir, bæði lið ennþá fullfær að sigra leikinn í þessu OT. Eru þeir 4 á leiðinu bara strax upp shortið eftir dótinu. Vera og ADHD búin að taka klippu en þá býður Mozart í rauninni bara eftir þeim. Flassið, kemur ekkert flass, alls ekkert flass. Mollin maskar. Þetta átti að vera molli á postunum hans Mozart, myndi ég halda. Metamolli sem getur bankað þarna að vegnum eins og Viktor gerði á hann, en þá lendir hann á sillunni sem Mozart stóð. Eins og að geigaði. Mozart nær hérna að stilla sér upp í línu. Taka svona execute. Smóku veggur sem kemur. Geta lappa með honum. Já, hér er spurning hvort það komið flush eða hvort að Mozart einfallega nær að læna þeim upp. ADHD geigar. Ekki að eiga sterkan leik frá bílnum og ADHD með enn annan og núna er hann ekki að klúðra skotunum. Deathkick einn eftir, það er 18. rándið fyrir sögu, geta klárað þetta hér og krækt sér í 19. rándið og þar með mætt Þór. Nákvæmlega eins CTL og hjá Vegas, fyrstu 2 rándin voru bara nákvæmlega svona, þeir í rauninni bara lifað 3-4, ekkert að frétta, svo tóku þeir seinasta rándi og mitt bullshituðu síðan þessi gegna. Það er spurning hvort að Veka geta gert það sama eða hvort að Saga klára hennan leik hérna. Hins vegar eru Veka að trýta peningin alltaf þannig rétt að þeir eiga hérna fullt af pening ennþá og þetta er bara full kaup þannig að þeir fá enn eitt sjensin í alvöru kaupi. Double up setupið að virka núna út af því að í rauninni annarkor leikmaðurinn á einhvers konar strík, hinn ekkert sérstakur. Virkar upp á það að gera allavega. En fjárfestingin er svakaleg, skipt svo mikið máli, við erum að fara í senasta rándið hérna í þessum OT2. Veka þurfa stigur til að knýja fram overtime númer 3. Saga. Hérna með 11 líf og vappan. Það er alltaf annar vappi sem að þarf að glíma við. Mikilvæga. Hvað er hann? Mozart. Hann er á shortinu. Þessi vappi á Dom, molli á Dom fyrirgefðu. Og Mozart tekur líka vírus og það er anti-molli frá Dom til að stoppa midpussi á móti. Þetta, það er 1 smoke og 1 flass eftir á Deathkick. Bomban er sko inn í bílóbíunu og Mozart með þröngalínu stálheppin Rex að labba lifandi frá þessu. Flassið kemur hérna, ekkert skot. Þeir eru 2 til að fylgjast með þessu, 2 inn á bíinu. Og ADHD með vappan aftast á svillinni og það er reyndar molli á Sörg þannig að ef þeir spotta hann og hann dökkar baka þá geta þeir mollan út og reyni drepið hann þannig. Gulltryggt ránd ef að ADHD tekur þetta fragg nákvæmlega hérna. Kemur smók, það er í rauninni. Mollin kemur og hann dvelur í honum, mollast út, 1 eftir, Vissard finnur fraggið og Deathkick, hann verður að lifa hér. Counterflush, Vissard. 2-2, vappinn finnur fraggið á Sörg og það er Deathkick, 1 eftir, 1 skot, 19-17. Saga klára hérna en við fengum öll rándin af Counter-Strike. Og meira til. Já, það voru hérna 2 O-team. OT 13-11 sigur hinum appinu og Saga siglaði sig hérna 2-1 og fá deitið á móti Þóri mitt. Sko, þetta er dustfulleikur, þannig að hann á að vera skrappi. Já, þetta var mjög skrappi seríur inn öll. Veka eru aðeins meira svona contained með smá svona en Saga eru bara mjög
chaotic og scrappy sko og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það gengur á móti Þórsarónum. Ég er ekkert rosalega bjartsýnn fyrir og ég er ekki bjartsýnn fyrir neinn á móti Þórsarónum eins og þeir eru bara að líta út en Saga fá allavega möguleika á því og geta farið með þá hérna í einhvers konar seríu. Já, vissulega. Hvað myndir þú segja að væri MVP í seríunni? Það í seríunni bara, þú veist, þetta svo langt og mikið að það rosalega erfitt að setja þetta á einhvern einn. Wizard líklegast bara. Það mikið af stórum rándum sem koma, þú veist, eins og meira í Dust 2 þó að Mozart hafi verið að fragga mest allan tíma, þá eru stærstu rándin á Wizard sem að vinnast og klárast þannig, þannig að ég held að ég setjum þetta á Wizard og eins og við sögum núna fyrir umfyrirna leikinurinn, hann með því góðri frammistöðin í dag, þá hann að setja sig algjörlega í MVP-reysið og það algjörlega fyrir úrslitaleikin núna, hún að vera einn sterkasta leikmaður Saga hérna í gegnum þennan bracket og þetta mót og bara já, hann á alveg, en það samt allt liðið og eins og við töluðum hann í leiknum og allan tímana það var aldrei neitt svona svakalegt disparity í fröggunum sko. ADHD var hann aðeins í döstinu hægur en svo kom hann einmitt inn í OT og risastór og ADHD í rauninni risastór í overtime-inu ef við tökum rándið saman hana og eins og sem ég segi, allir spilararnir bara enda ekkert annað hægt, leikirnir enda það skeikar 1-2 rándum í hverjum einasta leik hvernig endar, þannig að þetta eru bara 2 gífurlega jöfn lið og hérna Saga hafa betur inn í dag og fá bragging rightinn og fá kominga á laugardaginn og spreita sig á móti Þórsarónum. Saga líklegast annar besta liðið á Íslandi í dag, rétt svo Vega sjálfsögðu mætti í úrslitaleik á móti Þór í vormótinu og já, núna það ekki bara, ef ekki kallað á þannig. Nákvæmlega, en ég ætla að minna á 31. þar á laugardaginn núna næstkomandi helling af swag sem við ætlum að gefa, velunarpeningar, velunargripir, Red Bull Awards Show hérna á kantinum, músamóttur og allt saman frá Legion. En það Saga á móti Þór á laugardaginn, ekki láta þið vanta hérna niðri að reyna. Ég og Jói og einn stykki leynigestur sem að tilkynntur hér með, það Þorsteinn F. Hann verður með okkur í settinu, það mögulega geitin í CSGO. Já. Mögulega. Það alveg að gera það. Ég ætlaði að leggja staðins yfir hérna skjalið mitt og lesa í gegnum það. Ég ætlaði akkurat að taka þetta bara fyrst en að mæta hérna og þegar flytja út og skoða þetta. Ég skal aðeins greina þetta, við getum skoða nákvæmlega. Ég held að sé alveg rétt hjá þér að hérna, hann það líklegast en það hérna, ef við gefum byrjun á CSGO gaum, þá byrjar hann náttúrulega seint að byrja að vinna mótin, en aftur á móti vinnur hann frá 2019 bara eiginlega allt. Þannig að það verður gaman að fá hann veit alveg nóg leikinn og fylgist mjög mikið með náttúrulega öllu, spilar með öllum leikmönnum og servernum og við verðum með í liði og algjörlega. Þetta var hérna, við settum á móti okkur þegar Dusty og Saga Þór mættust bara og við veljum örugglega bara einn úr þeim liðum til að vera með okkur af því að annað dettur út og hérna, þannig að við tókum Þorsteinn, þannig að hann verður með okkur. Nákvæmlega, senasta liðið sem að sigraði Þór í undanúrslitum í einmitt stórmeistaramótinu var Saga. Það að fara að gerast núna á laugardaginn? Við komumst að því, ekki láta þið vanta. Takk fyrir í kvöldi.